heyra. Já, þarna heyrum við hverjum öðrum allavega. Þetta frábært. En myndin ennþá, myndin eitthvað sköft. Þannig að Þarna kemur þetta. Þarna kemur þetta. Þarna þetta, Já, flott. já, heyrðu. Góða kvöldi, kæru gestir. Velkomin í Almenna í Valorant. Og ég Bjarki Melsteð. Og ég heiti Leó. Já, við erum velkomin í kvöld. Og takk fyrir að vera með mér. Já, það var lítið maður. Gaman að sjá þig og gott að vera hérna. Ég er mjög spenntur fyrir þessu. Já. Nýtt season. Það er bara geggja að geta kert þetta í gang loksins. Já, fyrsti leikur. Já, fyrsti leikur. En svona áður en við förum í hann, þá ætla ég ætla nefnilega að grípa alveg byrjun á fyrsta streyminu til að segja þér smá tölfræði sem ég tók saman. Frábært. Á síðasta tímabil, núna fyrir sumar, þegar við byrjum í júní og fórum fram í júlí. Já, fyrsta móti. Já, fyrsta mótaröðin. Þá voru 99 manns sem skráði sig í 15 liðum. Núna í núna öðru tímabili 80 manns sem skráði sig í 14 liðum og get this, bara 39 manns sem hafa spilað í báðum seasons. Ok. Þannig að það er smá svona drop-off á milli. Þú veist, þetta í rauninni, ef þú hugsaði öðruvísi, sko, þá er nýtt blóð. Já, það eru bara 40 mann sem hafa spilað, þannig að player pool í Valorant sem er tilbúið að skrá sig í svona mót er potentially 140 manns, 28 lið. Ok, þetta er alltaf spennandi. Já, þetta lítur vel út fyrir framtíðina. Ég held það nefnilega, sko. Algjörlega. Ég er mjög spenntur, sko. En vildi svona koma þessu á framfæri, bara einmitt í blá byrjun, áður en við byrjun og en síðan, núna skulum við fara yfir í liðin. Það er við skilst að sé bara búið að setja lobby. Já. Og liðin sem eru að fara að mætast núna er Demon og Sagaskráin. Það eru skemmtileg nöfn. Þetta er evil nöfn smá. Já, þetta er svolítið skemmtilegt. Sagaskráin sögðu mér, já, við ætlum að Sagaskráin út, við erum allir með hreina Sagaskrá. Já, ok. Og svona einhvern veginn leið að þið tóku það fram, þá var ég bara eitthvað svona Er þetta það sem þið meintu? Það er spurning, sko. Þú veist, hvað sem ég segi, sko. Demon, skemmtilegt, það er ný, rafíþróttadeild á Hvolsvelli. Þetta vissi ég ekki. Já, þetta er bara nýstofnað? Já, basically, sko. Ok, og búinir að hendi í lið fyrir mótið og bara tilbúinir að kýla á þetta? Spennandi. Þetta er bara mjög spennandi. Ég þori ekki að uppljóstra of miklu, sko, en ég er líka með tölvupóst inn í á mér, þar sem að þeir tala að þeir eru spenntir fyrir að halda bara sitt eigið mót í einum leik, þannig að það er kannski upplýsingur það bráðlega. Það er stóru hlutur að gerast þannig á Demon. Í því liði eru sem sagt Axel Guðmunds, Gilli, The Lost Luck, Robin og Aron Lax. Við vorum að fá það inn að það er búið að banna og það er bara þeir eru sem sagt að velja Bind sem fyrsta map. Mér skilst að sé Sagaskráin sem velur Bind. Sem að velur Bind. Ok, þetta er gott map fyrir fyrsta map. Já, en þú veist, ég ætla að renna aðeins yfir þá Sagaskrána. Það er This Boy Toby, Be Free, Balicious, The Only Daydream, Helgs, Lodbrokesens og Foxerino. Ég held að Helgs sé eini leikmaður sem við hefum séð áður. Þannig í rauninni vitum við bara voða lítið Þetta er bara clean slate, já, eins og maður segir. Þetta verður bara gaman að sjá hver eru stjörnurnar að fara að poppa upp í þessu móti. Algjörlega, já. Það er náttúrulega, við fáum svona smá hugmyndum hverju það getur verið með því að skoða seedin. Og ég hef það sem sagt hjá mér að það gæti verið að Gilli í Demon og The Only Daydream og Foxerino í Sagaskráni. Það getur verið svona popping off. Já, strákarnir sem við fylgjast með. Já, það er spurningin, sko. Já, ok. Við fengum að heyra það núna að Sagaskráin valdi Bind og Demon valdi Defense. Það er ekki svona svolítið klassist. Jú. Ef þú fær að pikka hlið, þá velurðu... Þú velur defense yfirleitt í allavega þessum upprunalegu möppum, þá er svona algengast hvort það sé Haven sé eina mappi sem maður kannski næra að velja annarkvort defender eða attacker, sko, en öllum öðrum myndi ég segja defense fyrst örgla. Já, ég held það líka. Það er ekki nema, þú veist,
ég veit það ekki, samt einhvern veginn, einmitt það frekar þessi nýju möpp, sko. Það Já. sem að, ætli Fraxur sé ekki svona möpp sem að vil alveg pott. 50-50, þú getur valið annarkvort. Attack eiginlega skemmtilegri jafnvel. Það bara svona, þú getur komið úr öllum áttum. Þannig að ég alveg hrifinn af Fraxur sem annarkvort attacker eða defender. Ég bara flippa coin, eins og þú segir, bara tek annarkvort. Ekki það, ég efast að við sjáum Fraxur í þessu móti, sko. Það mjög ólíklegt. Mjög ólíklegt. Við sáum Breeze, tvisvar undir blálokinn á seinasta móti, sko. Það gerði það? Já, það gerði það. Ok, það eitthvað bara, ég veist það mjög djarft. Þetta hljómar eins og svona smá svona trollpick eins og maður segir. Af hverju ekki? Hendum bara Breeze þarna inn. Sko, einu leiðin sem ég sé fyrir Fraxur til þess að komast inn bara ef að bæði liðin ætla að spila eitthvað svona bluff game með, sko, já, við ætlum ekki að banna Fraxur, þetta láti ykkur banna. Já. Og þá svona smegist inn, en þá meiri segja að ef það kemst í þetta 3 mappa pool sem á að velja úr, sko, þá er það líka að velja. Þú veist, það náttúrulega að banna 4 upp á 7. Akkurat, þú vilt heldur ekki láta akkurat íta þér út í hotn og neyðast til að velja. En þetta var alveg, sko, þetta var strategía hjá, sko, liðum sem voru að spila á móti betri gæjum í þá leikjum eins og Counter-Strike. Þá mundur þú gera þetta til að, þú veist, ef þú á ekki séns í því í þessu mappi, að ég veit að þau eru betri, en þá förum við í nýja mappið þar sem að þú ert ekki undirbúin og þá kannski jafnar á milli. Þú ert að reyna að brúa bilið með að báðir viti ekki hvað þeir eru að gera. En þú veist, það alveg spurning hvort einhver af þeim sem að telja sig vera í verri stöðu myndu pikka eitthvað eins og Fraxur eða Breeze bara til að, þú veist, vera bara óútreiknanlegir, sko. Já, nákvæmlega alveg klárlega, sko. Þú veist, síðan náttúrulega líka, þú veist, eins og Breeze, bara einstaklega langar línur. Já. Að þú pikkar það ekkert í gæja sem eru betri shooter. Nei, það mjög vont. Það ég frétta því bara í gær, sko, það var lið sem að först bannaði, sko, Breeze á móti, gæjum sem að ég myndi kalla að hafa verið svona svolítið kaldir, þeir eru ekki búin að vera að spila mikið, en eru góður shooterar, sko. Og þá eru bara, já, bönnuður first bann og Breeze, bara mega fullkomin sens. Já, öll möpp sem að eru, þú veist, aim first og síðan game sense setna kannski. Já, það alveg. En síðan sko, ég held einmitt, ég hlakka svolítið til að sjá, þú veist, hvort það verði eitthvað mikið á svona strategískum liðum sem að reyna að pikka, þú veist, eins og, þú veist, Icebox, bara til þess að fara B og bara hver einasta rándi í attack, bara út af því að, þú veist, með Viper-wallin og eitthvað svona bara ná planti og spila eitthvað þvílíkt post-plantdæmi, sko. Ég held nefnilega akkurat með þetta að þau lið sem eru betra established, sem eru kannski búin að spila lengur saman. Icebox svona mapp þar sem að þú vilt vera undirbúinn og þú þarft að vera með gott coordination milli liðsfélaga. Ef þú ert ekki tilbúinn fyrir þessi A-takes og B-takes, þá ertu í vondri stöðu, sko. Þannig að við sjáum akkurat örugglega lið eins og XY sem er að reyna að pikka upp eins og Icebox og eitthvað svona sem er aðeins og Split jafnvel, sem eru meira team-based. Þú þarft að vera með gott crossfire, þú þarft að vera með akkurat góður trade og eitthvað hannig sem bara líð gera betur. Ég held að þegar þú segir Split, ég held í alvörunni að við höfum ekki séð Split á seinasta tímabili. Ef þú ert að tala kannski meira svona pug-based mode, þá myndu sjá það mjög lítið. Þetta er að fara að vera Haven, Bind, Ascent, Veistla og síðan one-offs eitthvað af hínum sem eru í boði, sko. Það var eitthvað, sko, í sumar að það voru búnar einhverja 3 útsendingar, einhverja 6 leikir og við vorum búin að sjá, þú veist, Bind var bara með 50% pick rate eða eitthvað, skilur, þetta var bara, já, eins og segi, Bind Veistla. Já, algjörlega, ég trúi því. Þú veist, en síðan sko, þú veist, ég veit það ekki, síðan hlakka ég bara mikið til að sjá hvort það þróist einhver svona meta eða eitthvað svoleiðis, sko, þú veist, út af því að við vitum að það er endalaust potentials, þú veist, sérstaklega í svona móti þar sem maður kannski fáir, þú veist, vita hvað það eru að gera og eitthvað svona, skilur, þú veist, hvað það bara kemur eitthvað að liðin, pikkar eitthvað svona eins og Bind sem er svona safe pick og rönna síðan bara eitthvað eins og eitthvað þvílíkan mayhem Jóru, skilur við, sem bara er að TP og footstep út allt, skilur við. Já, gera hlutina erfiða fyrir hina, það er kannski vanur að spila móti í. Já, þú veist, það er svona, ég held að sé ótrúlega margt í boði, sko. Algjörlega, ég held að þetta verði bara, það er örugglega skemmtilegra að fylgjast með þessu heldur en kannski meira svona tight playing mótum, skilur við, af því það verður svo mikið chaos og það verður bara, held ég, helviti gaman að horfa á þetta. Já, ok. Mér skilst að við séum á leiðinni inn í leik bara innan skamms, þannig að það er spennandi. Herðu, já, þarna fáum við það upp, Bindveistlan, eins og þú segir. Já, þetta verður gaman að sjá líka hvað hitjur verða valdar hérna. Já. Við sjáum að Gilli er hérna hjá Demon og þannig að við vorum að segja spilar hann síðan hérna Viper. Ég er að segja, Viper-spilararnir eru lúmskir. Þeir eru mjög góðir. Viper sterkur í metaðinu í dag og bara fyrir utan það að pikkin hjá
hjá, er það ekki Sakaskráin hægra megin og, jú, akkurat, Sakaskráin eru rauðir. Já, þeir voru svo góðir að þeir, actually, þeir breyttu nikkunum sínum. Þú veist, það er leiðilegra að breyta Riot-ID-unum heldur en Counter-Strike-nöfnunum, sko, þannig að, þú veist. Þetta var áhugavert núna því þú ert að sjá að Demon er til dæmis ekki með Sentinel, sem að þú sérð minna í high-level mótum, þar sem að Sentinelin er oft slepptur í bind. Þótt að kannski í matchmaking þá er hann oft notaður, bara upp á að fara að covera flanks og þannig. En í betri liðunum ertu ekkert að sjá allt og mikið af Sentinels. En við erum að sjá að Sakaskráin ætlar að fara í Sentinel sem er þá Killjoy. Þótt að reyndar að Sage er Sentinel, en þá myndum við kannski ekki endilega flokkana sem svo, sko. Hún er bara rosa stabílt pick, bara, þú veist, you can't go wrong, sko. Það sem að ég hef áhyggjur af núna samt er að Demon er að opta að vera ekki með flush. Já, það er góður punktur hjá þér. Það getur verið mjög erfitt akkurat þú ert að reyna að fara hann á site og ert ekki með neinn flush til að koma út á meðan þú sér það Sakaskráinu með 2. Já. Þannig að attacker site, ég myndi favora það líklega svo Sakaskrána í jöfnum leik á meðan kannski, já, þetta er alltaf að fara að vera pick site, þá myndi ég örugglega halda að, fyrir utan það, jú, ég myndi örugglega halda að Sakaskráin líti aðeins betur út fyrir bind. Að dæmandur á pickunum. Þú veist, mér finnst það gott observation hér. Já, þú veist, já, þeir eru náttúrulega með Skyflushin sem eru búin að, það er alveg búið að sanna það að þau eru bara gífurlega versatile og góð, og síðan ertu með Reyna. Og síðan líka Reyna, já. Það er nefnilega það. Já, og þeir eru líka með info frá svo, þetta er alveg gott lið, sko. Það er eitt sem við gæti séð, þeir eru samt, sko, samt hefur verið tala það, þú veist, að bind bara race map, bara, þetta er svo mikið á corridor og svo sérstaklega, þú veist, og hægir á rushunum. Já, þú getur ekki farið inn í húka ef að það er reysa, það bara sendir allt í gegnum teleporterinn og bara, þú ert bara ónýtur, sko. Akkurat. Þú veist, og síðan alltaf Jett, bara ef þú ert með góðan vappa, þú veist, á Jett, það getur breytt svo miklu, sko. Ég reyndar alveg samlega þeirra að ef Jettin þeirra er að fara að spila vel og með vappan, þá getur hann gert alveg, hann getur sett rosalega mikla pressu í vörninni, sko. Sérðu þarna náðan einum haus með deglunu og dassaði út, bara 100 líf, bara flottir á því, lost luck, bara, þú veist, hann bara í rauninni sendaði burtu frá B. Já, og Reynan með half HP líka, þannig þetta var bara góður skaði. Já, heyrðu, og þarna var þetta bara eitt right click, bara easy peasy. Og vá, flottir. Þannig að, núna gott info, hérna. Þetta er bara að vera svolítið erfitt núna að reyna að hlaupa í gegnum choke á móti 3. Já, og hann notar eiginlega bara boombotnin til þess að draga fire, bara, og þetta nýja weapon skin með, góð ör. Hann er með hann hérna. Rosalega góð ör, maður. Þetta er erfið stað til að vera í, báðir low. Já, og 2-1-4. Þetta er bara búið ránd. Já, þetta er búið ránd, sko. Þetta var svolítið erfitt. Hann Jettin nær pickinu fyrst, nær séðan helmingslíf af Reyna í byrjun. Þetta setur strax alveg bara svona högg bara í fyrstu 10 sekundurum á rándinu. Já, einmitt. Þetta er bara ótrúlega vel spilað hjá Demon. Og núna verður skemmtilegt að sjá hvort að Sakaskráin sé í þessari force-metu, sko, að forsa second. Þeir náðu plantinu, þeir gætu reynda, en þetta, við sýnist þeir alltaf ekki gera með að Viper fyrir þarna það eru sheriffar byrjar að poppa upp hjá Sakaskráinni. Já, einmitt, það er líka náttúrulega, síðan er annað dæmi mitt, bara að kaupa deglurinn eiga samt nóg í 3. rándi, sko. Akkurat. Þetta er líka að þú þarft eiginlega að ná fleiri killum til að geta forsa, sko. Þeir náðu einum, þeir náðu reysirum þarna í lamps og þú vilt helst ná 3, þá hefur efni á þessu forsi, annars er svona yfirleitt sleppt í. Þetta var ágætis trade. Hitti hann ekki, nei, þeir eru náttúrulega no armor, þannig að þeir bara hitti hvernig hann einu sinni upp á þeir hann. Síðan er þetta einmitt svolítið máli, sko, að þú veist, saman að Reyna einn einhvern veginn að kíkja inn í húka. Skrítið að Reysin sé ekki að gera neitt í því, en góðu veggur. Sem, þú veist, ef þeir ætla að vera eitthvað svona B-fókust, þannig kemur Reynan. Akkurat það sem þú varst að tala hendir þessu þarna inn og þú nærð alltaf allavega akkurat 50 damage þarna á, jafnvel meira. En þú veist, þeir eru bara lokaðir út af B, út af því að þeir þóra einhvern veginn ekki að dúla, skoðum frekar hvað er í gangi hérna. Þessi ör ná einhver, þetta var skemmtileg ör. Þeir vita hvað þeir eru. Já, þess að góður molli til að, nei, heyrðu, hann lenti einhverja allt annar staðar. Herru, hann nær killinu og plantinu, þannig að núna þetta með gott bæ fyrir næsta ránd. Algjörlega, og það er spurning hvort að, sko þarna
held ég að Sagaskráni hefði bara gengið þvílíkt vel ef þið hefði verið með postplant, almennilegt postplant, bara Viper, Mollys og eitthvað svona dót, sko. Já, Viperinn að reyna að koma sér aðeins lengra í burtiðinni, en það er spurning hvort hann hafi átt eitthvað utility, sko, til að... Já, það er enda sett. Fór hann ekki í deglu? Hann fór held ég í degluna, sko, þannig ég held að hann hafi ekki átt þarna asseti, sko. En það hefði akkurat, þú vilt akkurat vera frekar aftarlega ef þú ætlar að vera Viperinn, þú vilt ekki vera einn af þeim sem hleypur inn á sæti, þú vilt heila vera að halda bakinu og reyna bara að tefja plantið eins lengi og getur. En þetta er samt flott, inn á plantinu þessi þegar þeir eru með miklu betra bæ núna og núna inn í þetta rond, Sagaskráin með töluvert betri vopn. Þeir eru allir að keyra þarna Phantom og Vandal, þannig að á móti Spectres og einum Sheriff. Þannig að þetta væri gott round fyrir Demon að vinna til dæmis núna, ef að þeir ná, jafnvel bara ná 3 eru þið bara frábært. Já, alveg klárlega sko. Þannig að sjáum hérna Gilla, það væri náttúrulega bara, hann var að, þetta var ótrúlega að hjá honum. Já, hann ætlaði þetta bygg. Hversu geggjuður hafnaboltakilvan? Já, mér finnst þetta skinnsett er svo geggja sko, það er alveg klika sko. Ég er bara mjög hrifinn af þessi nýju skinnum. Já, ég mitt ég fekk loksins knife skinni sem ég hef búin að vera að bíða, ég taldi dagana, 112 dagar. Já, varstu að bíða eftir að hann myndi poppa í stórið? Hvaða skinn var það? Það var Celestial faninn. Já, akkurat. Bullish, sko. Já, geggjað. Þeir eru, séu hvað eru fljótir að rótita. Þeir eru 4 þarna. Þeir eru 4 þarna, sko. Ég hefði viljað að Killjoy var að vinna aðeins meira með lurkið þarna. Býtu, þetta var nú svolítið skrítið að keyra í dúeli með lélegri vopni byssur. Já, þetta er ekki slagur sem að þú vinnur. Nei, og líka á móti Reynu, hann gerði ekki eina sem hann gerði var bara að missa, þú veist, Já, hitt ekki fyrstu 5 skotunum Reynu og samt nær hann að vinna fæti, sko. Þetta er... Já, maður sér að Gill eru stressaðir ef hann mollar svona. Já. En þeir eru bara að rótita B. Jettinn er út úr sætinu. En samt þessi Killjoy er mjög low, sko. Og hann er bara 1 HP eða eitthvað, sko. Þetta er erfið staða fyrir The Lost Luck. 30 HP komur hann inn með Spectre. Það skiptir miklu máli að hann er komin inn, núna býður hann bara eftir hennum, sko. Þetta er bara besta sem hann getur gert í stöðunni, með að við lífið sitt, já, akkurat. Og Spectre er rauningu, hann fljótur í lótið, aðeins og fljótur í lótið, hann vissi að Killjoy væri þarna, sko. Já, og hann snýri sig við þarna, hann hefði eiginlega bara átt að treysta að Viperinn, hann Gilli væri að passa bakið sitt. Já, einmitt. Hann hefði mögulega náð 2 killum, hefði hann bara haldið áfram að horfa vinstra megin, sko. Og síðan var skaut þarna Sova eins og svolítið í fótinn með því að ná örs að skanna einhvern sem var að hlaupa í burti þannig að hann ætlaði að fara að pikka hann og það var bara einhver gæði sem var ekki skannaði tilbúinn. Akkurat. Sko. Já, Aron Lax. Það er svona falskt öryggi eins og maður segir, það er mjög mikið af því þegar það kemur að þessu skanni, sko. Algjörlega, sko, þetta er, en satt ég minna, þú veist, núna er Lost Luck bara farin í vappan, Axel kominn í húka með Judge, ég ætlaði að segja ef hann er að fara í Judge þá verður hann eiginlega að fara í húka, sko. Já. Þú veist, þannig að þetta er svona, núna er bara full guns, bara. Fyrsta svona bærándið. Já. Þeir fara samt í vegg, það er spurning hvað planið þeir er hérna. Þeir eru núna að spila þetta eiginlega bara svona nokkurn veginn default. Þú erum með 2 á shortinu, 1 að keyra longið fyrir vappan. Nær ekki að klára hann. Hefði mögulega getað drepið hann bara með að halda fram að skjóta. Tekur hnífinn upp aðeins og snemma. Já. Þetta er, en Lost Luck er einmitt orðinn mjög loðinn. Þeir eru með Sage. Já, alltaf hann hleyp ekki bara hýlið hann beint. Þetta var gott í komboðu þarna, Iceheartið og Grenuna, sko. Það er, hefði geta, þú veist, þeir voru tveir þarna, sko. Þeir eru greinilega alveg búin að leggja ykkur að vinna í samvinnuna, sko. Frábært sjoktart hjá Aroni. En síðan bara pikka þér. Og þessi one-way er að fara svolítið illa með það, en þú veist, það er reyndar eitt með Viperinn, sko, maður býður bara eftir að Toxinni klárast, sko, þá, þú veist, fer bara eftir það. Já, það er akkurat málið. 50 sekundur á klukkuna og þarf að drífa sig, sko. Og séu að Lost Luck, hann er að skrýtnu angul, en hann er satt að koma nær. Það er spurning hvort að þeir verið tilbúinir, Þetta var... Þeir ætti að committa á bíði núna miðað við hvernig þeir eru að hreyfa sig, sko, en spurning, þeir eru bara 2 að bíða þarna, þetta er bara glötuð staða. Axel Teko, sem er tjekk ekki einu svona hodni, sko, Nei, þetta er nefnilega... Já, og getur ekki dúlega... Þetta er alveg, hvað er verið að freitla með hann farðu bara inn í teleportinu og haldi. Já, reyna að drepa eins marga og getur. Það er eiginlega eina í stöðinu núna. Ég myndi ekki einu sinni reload, hann reloadaði. Þeir veit alveg hvað hann er núna. Já, þú veist, ég hef bara flúið inn í teleportinu og bara komið mér í eitthvað offangul og vonað að 6 kúlur, þú veist, ég menn ef 6 kúlur duð ekki, þá ertu döðu hvort þér, sko. Mér fannst hugmyndin hjá Sagaskráin góð að fara yfir á bíð. Þeir náttúrulega er aldrei að búast við að vera með Judge í húka í bærándi, sko. Þú einhvern veginn gerir ráð fyrir Vandals og þá er ólíklegra eitthvað sem að spila þarna.
En bara þeir treystu bara að holdinni hjá vinnu sinum aðra voru ennþá 2 á B og þá náttúrulega hefur sakaskráin eiginlega bara ekkert í höndunum. Nei, einmitt. Sko, þeir eru svona, mér finnst þeir einhvern veginn vera rosalega mikið, þú veist, við sjáum það alveg vera dúilega eitthvað, en mér finnst einhvern veginn í byrjunna rándunum þá leita þeir svona til B einhvern veginn. Já. Og það er bara verið að fara svolítið illa með á þar, þú veist, við vitum líka að þú vilt helst worka longið út af því að þá getur þú TP, þú vilt ekki vera allir inn í húka, sérstaklega við að reysa á A, en Lost Luck er bara með vappa, skilur þú veist, þú verður allavega að nota flössið þín. Okay? Já, hann að fara að dræpíka þetta. Já, þú veist, þannig að af hverju notar ekki bara flössin? Þú veist með fugla, þau recharga sko, eða hundin, já, bara eitthvað. Ok, þeir fyrstu út sko. Hann með öll util sko. Núna notuðu þeir orbið, þannig að búin með bæði augun, bara fengum við lítið fyrir það sko. Í rauninni hefði 1 hundur verið nóg til að klíra allt meðal annars hotnið sko, þannig að þetta hefði eiginlega bara átt að byrja hundinu frá hotninu sem yfirleitt gert sko. Herru, hann beitaði nú þetta skot ágætlega út, en þeir klíru, en reynan hefði kannski að fylgja frá hinu angulunni, þeir gerðu það núna, en... Ég verður nú alveg að segja það að B-Free er að leika sér svolítið á eldinum með að repíka alltaf inn í hann að vappa sko. Já, þetta er reyndar, þú veist, en ég minna, það er búið að virka 3 sinnum. Þetta er gambling man. Já. Það er alveg, þú veist, getur maður verið eitthvað pirraður út í hann ef þetta er búið að virka 3 sinnum. Hann nær 2 með þarna. Sko, þetta er það sem ég er að segja, ef að Lost Luck er á jettu og er að fara að poppa off á einhverju vappa, þá kannski skiptir ekki máli, þú veist. Nei, núna erum við samt að fara það er mikil pressa á in-game líderinum hjá sakaskráni núna, hvað ætlar að gera til að komast í gegnum þessa vörn? Síðan eitt sem að ég ætla bara að nota þetta tækifæri til að minna lið í mótinu á, að þið eigið timeout. Þið megið nota þau, sko. Algjörlega, það er alveg spurning nefnilega fyrir næsta bæránd að þeir þurfa aðeins bara að ræða saman að því núna erum við bara að sjá það að rótera á milli, stundum 2 á A, stundum 2 á B og þeir eru með flössin, þeir þurfa ekki að dræpíka þessi angles. Já, þú veist, ég held að þarna hafi hugmyndin verið að þið myndu doppelpíkan, sko. Flott skot, þetta er bara vel spilað hjá Lost Luck þarna með 3 bara frábær skot, nær bara að hreinsa þetta upp bara á fyrstu 15 sekúndur og 1 flass hefði komið í veg fyrir þetta. Ég er að segja, þú veist, núna er Lost Luck greinilega ekki einn af þessum jettum sem að færi sig á milli staða, þú veist, Wardell-esk eitthvað svona, þú veist, bara, þú veist alltaf hvað hann er, skilur. 2-3 ránd í röðu eða eitthvað svo leiðis. Já, þú veist, hann er bara búinn að vera á longinu, öll rándin. Bara, þú veist, og líka frá því að hann fekk vappa. Líka mitt bara bottinni eða eitthvað, skilur, bara eitthvað til þess að íta honum aftar og aftar. Þannig að þú bara flassar hann og étur hann, sko. Akkurat, og við erum líka að tala að fuglinn hjá Sky 1 flass á longið og þú veist hvort hann er að standa þarna eða ekki. Þú þarft í rauninu bara að flassa, vappinu þarna, farði hinum einn eða þá allavega reyndu að ná vappanum. Herru, ég ætla að gefa hann meysi. Ég gaf hann meysi bara. Með að dræpíka hann bara 5 sinnum í röð. Að velja lengsta færið á móti vappanum er svona svolítið erfiður slagur allavega til að vinna. Hvað þá með engin vopp, þú veist með sheriff á... Mér finnst þeir ekki búin að vera að fara nógu mikið sjáist. Þú veist, það er Viper one-veginn á A-short, það er Sage-in með vegginn og þeir vilja ekki fara í húka út af reysinum, þú veist, vilja ekki fara á longi út af, þú veist, það er bara eitt í stöðunni, fara sjá þess, en þá mætir Lost Luck þangað, núna, ákveður að sussu upp. Þú veist, núna bara svona pælandi sem sjálfur hefur verið in-game líder, það sem þú þarft að gera, þú þarft að vera að nota sófuna meira, reyna að dróna eins út, finna út hvar fólk stendur. Erum við búin að sjá það að nota einn einasta drón? Nei, það er nefnilega málið. Þú veist, þú getur ekki bara að nota dartinn, þú þarft eiginlega sko að dróna og síðan darta backside þegar þeir pussa aftar og láta liðið keyra síðan út í gegnum choke-in með flössunum, sem þarna fluttu bara í gegn. Þú veist, þið þurfum bara... Þeir eru með flass uppi, þið þurfum ekkert að hafa það mikla áhyggjur. Hann Viper-spittar eiginlega bara vins, eða þetta ekki Viper-spittar, Ok, komum við entry í þarna, þetta lítur ágætlega vel út. Þetta lítur mjög vel út, ok, góðu fugl, þeir vita að Axel er þarna. Ég verður nú reyndar að segja gott hjá Axel að ná að dodsa þetta flash. Núna þarf Viperinn, sko málið er að þeir eru búin að missa núna kontrólið þar sem Viperinn á að vera. Þar sem hann á að vera að henda inn acidinu og tefja plantið. Í staðan er hann að committa, sko. Já, núna það er komið niður Killjoy-ult. Þannig að þú veist, þeir eru að forsa fightinn, sko. Já, þú veist, þetta er bara rock solid round, sko. Núna fara þeir bara hnífan, þú veist. Það er ekki að hlaupa eftir honum. Það er kannski aðeins að seint núna, hann áttur að koma byssan upp áður en að... Já. Hann er einum. Já. Þetta hefði alveg getað verið, þú veist. Þetta getur verið dýrt að missa eina byssu svona þegar þetta var frítt, sko. Já, einmitt, þú veist. Þetta var bara, núna loksins þegar þeir komist inn, það reyndar
þú veist, maður getur ekki relæjað á það að be free, hlaupið þarna inn á Já. og bara ná í vappanum í Vappanum. hausinn, sko. Og síðan er líka bara staðsendingin hjá vappanum var svolítið svona erfið staðsending, hann stendur á Já. miðju, þú veist, á Já, milli já. showers og kassans og er fyrir alveg í opnuna, hann er vantilega að gera ráð fyrir að hann geti dassað út, sko. Já, spurning hvort af hverju hann náði ekki að dassa. Já. Það er pingið hjá honum, hérna, við missum af hérna scoreboardinu einmitt þegar það er allt í góðu, við tjekkum á því eftir. Þú veist, en sjáðu líka ult economyð, þú veist, erum við búin að sjá eitthvað mikið á ultum? Það eru sko 7 online og við erum ekki að sjá mikið af þeim notu, sko. Var hann með Odin eða hvað var þetta? Jú, Odin. Dælan. hann bara, Gamla góða Dælan. núna ætti bara, var ég til að sjá bara Sky henda bara í ultimate og sjá hvert þetta hleypur. Já, einmitt. Þú veist, henda bara í það og það er eitthvað slagur hérna í showers, Viper á móti Ég væri reyninni. til að, en sérðu hvað er í gangi hérna á B? Lost, hérna, já, Ó, heyrðu, hann er pikkinu. þeir eru búin að opna bara B út af því að það var búið að rótita en þá fara þeir aftur yfir. Ok, núna er, þú veist, þetta er svo erfitt þegar þú ert defender svo ert einu niður, sko. Já, Og núna, þú veist, það er mínúta á klukkunni, núna þurfa þeir bara Sky chilla, þarf að sko. ultía núna. Já, Að því málið er að þú þarft þetta information yfir hvar þeir eru að standa, sko. já, þú veist, Já, ég geti, Gott þú veist, pick. ok, alveg svona þannig sé gott pick, en hann hefði aldrei átt að dræpika þetta. Nei, það er spurning. Já, og þeir eru ekki að klera út, þú veist, þeir veit ekki af robbanum. Ég held að þeir séu bara að gera ráð fyrir að þeir séu með sætið, bara, Já, já, þú voru líka bara tveir hana kannski mögulega betra að sleppa því að reyna að klíra á, já. að því þá náður ekki planturinn niður. Og síðan núna, þetta er vont, þetta er vel spilað hjá Dímon hann. Ok, reynan er að klíra þetta. Já, Hann fer aftur í deffið, feikar þetta. Þeir vita það ekki, þeir byrja bara að Nei. hlaupa þarna inn. en hann er samt laupandi, þeir ætti soundan, sko. Já, líka ulti, þetta er Þarna. 5-3. Ok, ég Þetta er er leikur. að fíla að Sagaskráin sé að koma tilbaka, sko. Þetta er leikur. Þetta er hérna, en þú veist, og við erum að sjá loksins eitthvað, þú veist, eitthvað á ultíunum hann var poppuð, sko, en það er byrju, herru, sjáum hérna núna, Lost Luck, komin á vappan. 12-3. Hann er í rauninni aðalvörnin hjá hérna Dímon. Algjörlega. Og síðan er bara spurning að það er mjög vont núna ef þeir tapa þessa rándi og Lost Luck Já. fær ekki vappan, þá ertu búin að missa þetta presence af ógninni, að það Já. sé vappi og þá getur þú miklu frekar dræpíkað og komist auðvöldar fyrir hotnin, sko. Algjörlega, þú veist, hann getur þetta að fara í hnífa en ég minna, við veitum ekki hvernig hann er sem hnífaspilari. Frábært pick þarna, Já, það er líka sárt að missa Viperinn, hann er solo smóker, sko, Já. eini smókerinn þeirra. sem akkurat vekur þá spurningu af hverju hann að fyrir fyrsta pickið, Já, einmitt, það er þetta hann var með vappa. Það er kannski sá sem að treysti sér best í að halda á honum. að taka þetta skot. Já, þú veist, Núna erum við að sjá 3 á B-inu, 2 á A-nu. Ef að þeir keyra bara út núna, þá gætur mögulega að náða bara með buxurnar á hælunum. Ó, talandi um að ná einhverju með buxuna á hælunum, sko. Þetta var textbook. Já, þetta var timing if I've ever seen one, sko. Já, Úf, og þarna var ultið, og þetta var bara já. hreint ránd, bara clean. já, Engin hætta fyrir Dímon í þessu rándi. þetta var mikilvægt ránd fyrir Dímon. Við sáum það, þeir áttu engan pening. Ef þeir hefðu tapað þessu rándi þá hefðu þeir bara verið að vinna með í rauninni bara jet-ulti, sko. Já. Og race-ulti, þú veist. Akkurat. Þetta var eins og maður segir, bara mjög mikilvægt ránd Já. fyrir 6 krónar að vinna því þetta hefði örugglega ítt heim í sko 5-5 Mhm. og þá ertu komið með alveg erfiðan leik fyrir Dímon að snúa við í attacker. Já, alveg klálega, sko. Að ég held nefnilega að attacker side eðlilega með line-upið sem þeir eru með, það er mun erfiðara fyrir þá að attacka. Já. Einmitt, við töluðum hann um það, flössinn og Já, eitthvað, sko. þannig að það verður akkurat mjög forvitnilegt í rauninu bara hvert einasta ránd sem að Sagaskráin nær núna er að fara að skipta öllu máli og síðan er þetta bara hver tekur pistolið. Já, heyrðu, hann tók upp hnífinn og hann hoppaði ekki eins og hann hljóp bara fram og tilbaka. Þarna Og komst upp með það, sko. er úlfurinn, þetta er það sem við viljum sjá og hann Ok. neyðist til að fara í portali líklegast, nei, hann nær skotinu. Flassaður. Hann dodja flassið og píkar aftur, þetta var vel gert. Hann er með spækin líka núna, bara í línunni, sko, og þeir eru búin að missa, þeir þurfa reynuna, reynan þarf að sækja þetta, sko. Þetta er, Já, hana, nær þessu. En þú veist, hvað er, já, þeir eru að pikka upp byssuna. Einmitt. Já, þetta er náttúrulega, var þetta ekki Ígor-ránd hjá Sagaskráin Jú, ég held að það eða hefði var þetta bara verið Force? B-Free sem að var með, hérna, þú veist, Spectre, en hinn eru bara á einhverjum deglum og eitthvað, sko. Þarna sjáum við loksins drónan, en hann næri ekki að tagga. Við erum ekki búin að sjá Sóvolti, sko. Nei, mér líður svona eins og að Sóvan þarf í rauninni að nota utilities aðeins betur. Já. Af því ef að það er rétt notað, þá nærðu að setja svo mikla pressu á defenderana. Já, algjörlega, sko. Bara eitt gott dart er nóg til að íta öllum aftur og þá veistu líka hver þeir eru og það er töluvert auðveldara
Það er ná honum, bara Viperinn þarna eins og staðinu núna. Hann með one way-in og... B-ið alveg opið. Sjáum Nei, þetta náttúrulega... Boy Toby spilur þetta. Þetta náttúrulega frá Jettin frá Díma þarna á mínu. Þeir eiga pening núna, þannig að þetta er eiginlega seinast, þeir verða eiginlega að vinna þetta, annars þeir bara sendir í rauninni í annað spar, og þá þetta bara orðið 9-3, sko. Þú vilt ekki að leikurinn sko í höndarum á einu pistolrándi, sko. Já, einmitt. Það nefnilega, þannig að 1-2 rándi viðbútt fyrir sakaskrána og þá þeir í frábæra málum. Ef þeir tapar næstu 2, þá þetta brött brekka. Já, algjörlega, sko. Sjáum hvað gera. Ég fíla þetta, þeir eru að vinna meira með sjáus, en einmitt þegar að The Lost Luck með alltaf hana dry peek aftur. Já, þetta nefnilega. Þarna loksins. Gott dass þarna. Og gott flass, hann þvílíkt flassaður og í hvernig flassaður. Já, þetta var svona entry. Þetta var aðeins skárra. Þetta var frábært. Já. Það er bara ekki gefa honum séns, hann var búinn að nota dassið. Þetta nefnilega sem þú vilt sjá frá þetta dualistunum, bara full confidence, hlaupa þarna inn og bara vera betri. Já, og síðan Killjoy ulti, ég ánægður að þeir séu bara að secura þetta round. Þú veist, þeir eru ekkert að, síðan eru þeir ennþá með, þú veist, þeir eru ennþá með Killjoy dót á bombunni, þú veist, þetta er geggja setup. Ég skil ekki alveg af hverju Boy Toby var að horfa eitthvað annað heldur en að sjá það, sko. Já, ég held með... Svo hann ekki treyst vinu sínum. Nei, byrju, en samt var... Þetta var samloka þarna á milli. Já, samt Daydream einhvern veginn annað. Ég held nefnilega hann hafi bara treyst í að vinur hans hafi, þeir náu sér rándi. Í alvörunni. Þetta er... Þetta er súrt. Þetta var sárt. Það var sárt að segja þetta. Ég held nefnilega sko að það sem mig grunar að Helgs ekki með postplant molja. Já. En samt líka sko... Það það sem að þú myndir, þú veist, eina ástæðin til að pikka Viper í bænda mínum mati ef þú ert með postplant moljana. Ef þú ert ekki með þá, fara bara í Omen. Eða í Brimstone eða eitthvað. Að því þá ert í rauninni, þú veist, að því Viper þannig sé ekki það frábær nema akkurat fyrir hvað hann frábær í að tefja plöntin og þú verðum að tala um auka 15 sekúndur sem ekki snerta bombuna, sko. En síðan líka bara skilur, þú veist, þeir náðu Killjoynum, sko. Þú veist, hann var með 2 mollys á bombunni, sko. Já. Og hann var pikkaðar þarna einhvern, ég sá ekki alveg nóg vel hvernig, sko. Nei. Herru, þarna... Þetta var feitt í næ hjá Demon, sko. Ég verð að segja að Demon að spila þessa vörn bara þrælvel, sko. Þeir eru, já, þetta bara einstaklega vel spilað þeim. Þannig að... Og eru líka yfirleitt, öllum rándanum þeir búin að ná fyrsta pikki frekar snemma. Við erum að tala bara að það bara 10 sekúndar liðnar og það 1 búin að falla. Og við verðum að, eftir hennar leik þá verðum við að fara ekki beint inn á kastadeski heldur staldra aðeins í scoreboardinu og sjá first bloodin. Já. Ég held að við verðum að sjá first bloodin. Ég held að Lost Luck búin að vera með mörg af þeim allavega. Hann með allavega 4 eða 5 sem hann hefur náð að pikka með vapparum þarna í. Ok, þarna... Þú veist, hann ennþá með ultið sitt, sko. Og drónan og hérna dartið. Já, einmitt. Hann meðvitaður það að gæti verið einhver að koma í bak, en timing, hann rétt sleppur. Hann bara að skauta þarna fram. Þetta var rosalegt, sko, þetta var rosalegt timing. En sér, Lost Luck heldur þá bara að hann sé, hann getur náð honum, hann hann á timing hér, sko. Hann lappaði bara að heyra mig við hann, þú heyrir hann hoppa. Já. Ég held að sé ennþá hrættur Viperinn, sko. Það er bara tíminn. Já, tíminn, hann verður að pússa. Þetta bara eitt búið ránd, sko. Já, ég held það. Ef hann nær núna og fyrir beint í plan, já. Hann ekki með bombuna nefnilega. Hann ekki með bombuna, já. Já, hún þarna hjá Lost Luck. Akkurat, hann hafði ekki tíma til að spila þetta hægt, sko. Senasta ránd bara að hlaupa og vona. Þetta bara ómögulegt. Þetta í rauninu ómögulegt ránd með tímann sem eftir, sko. Það náttúrulega líka, sko, síðan líka eitt sem að svona svolítið gleymist oft í umræðinu, sko, að þú veist, að stundum bara aðstæður þar sem þú spilar ekki eins og spila þú veist, ef þú ert í 1v3, bara low-p, bombar einhvers stað lengst í burtu og eitthvað svona, þá verður bara að spila svolítið öðruvís, eða þú veist, þú getur ekki verið að spila eitthvað safe, sko. Það sem mig gruna líka að þú veist, þetta fyrsti leikurinn í mótinu, Sakaskráin að koma sér fyrir, Dímon að koma sér fyrir, þú veist, mér líður svona eins og að Sakaskráin gæti verið að nota utility sitt aðeins meira og betur, klíra early corners með flössanum og úlfunum og reyna flassinu, þú ert með, þú veist, drónina frá Sova og dartið, en miðað við allt þetta sem þeir geta fengið fyrir info, þá voru þeir ekki að fá neitt info, þeir voru ekki að nýta abilityin sín nógu vel.
Nei, og þetta verður líklega bara batnandi með leikjum, sko. Já. En fyrsti leikur, þetta hefði þurft að vera í rauninni á hreinu fyrir þennan leik. Sjáum hvernig þetta þegar þið skipta hérna Lost Luck alveg nota jettinn hérna, Dassi búinn að setja það í óþægilega stöðu. Og flott entry þarna. Hann nær einum og Lost Luck svarar strax. Veggurinn kominn og þeir veggurinn satt rangt settur upp nema þeir hafi viljað vera off default. Já. Það kannski spurning hvort þeir vilji það bara. Ég meina, það allir svo vanir að greina defaultið og eitthvað svona skilur þú veist. Það kannski bara... Þetta mjög erfitt fyrir Saxskrána núna. Já. Þetta sérðu, og Viper, sérðu hvað Viperinn hann með post, þessi Viper með post. Þetta það sem ég vildi sjá nefnilega frá Saxskráni. Þessi staðsetning þar sem þú þarft að vera sem Viper. Já, algjörlega sko. Þegar þú treystir þá bara á að vini þínin á að tefja fyrstu 10-15 sekundar á ticketnum á bombunni og síðan sér þú að loka senustu 15, alveg einn. Algjörlega. En Viperinn hjá Saxskráni var kannski aðeins of aggressífur eins og maður segir. En síðan líka bara spurning hvort að hann grunar hann spila ekkert Viper og mögulega bara tekið það bara fyrir. Já, einmitt. For the lulz, eins og maður. I guess we'll never know, sko, en þú veist, en maður má giska. Hérna, sjáum hvernig, ég fíla ekki svona hooka push. Geggja blend. Nær einum, nær tveimur. Þetta geggjað byrjun á rándinu. Þarna bara Killjoy að bakka og byggja til. Og þetta var mjög heppilegt. Já, mjög bygg að hann hafi klúrað bottinum hana. En Lost Luck mættur í bakið, hann getur ekki þessi grensu, hann verður að drífa sig. Hann þurfti bara að bakka þarna. En ég minna, þú veist, það er ennþá... Já, nei, það er strax búið að breytist í 2 og 3, sko, eins og þeir áttu frábæra byrjun. Algjörlega. Og Lost Luck hérna að fara niður elbow. Það er Lost Luck að fara að geta núna, sko. Nei, heyrðu. Dingar hann. Þetta var það versta sem gætt gerst þessi veggur. Núna vita þeir að Helgs að koma úr húka. Nær pikkinu. Annar hann píkar aftur. Já, hann kaldur maður, eða þú veist svona, hann hræðist ekkert. Lowhá píkar með skátinn og nær líklega... Þetta var... Flottur Helgs. Þetta var ótrúlega mikilvægt. Já, ekkert smá, sko. Þeir vinna þetta og hérna 10-4 og núna erum við með leik. Já, þetta var mikilvægt, eins og maður segir, sko. Það hérna, þeir hljóta að vera ánægðir í herprófum Saxskó. Algjörlega. Sko, með þetta. Hefðu þeir tapað þessu rándi þá var þetta bara búinn leikur. Já, í rauninni, sko. Það hefði eiginlega verið ómögulegt að þú þurftir að spila í rauninni bara flawless leik í bara einhver 10 ránd. Já, það er erfitt. Það er mjög erfitt í mappi eins og Bind. Já. En núna 10-4, þeir eru með byssur og Díman að spara. Já. Þetta mér líður samt eins og Lost Luck, hann er bara búið til færi eiginlega úr öllu. Hann er að gera góða hluti, sko. Já, algjörlega. Við sjáum hvernig ákveð að vinna með þessa vörð, sko. Þú veist, þeir eru allavega, ég fíla það samt að Saxskráin meira að nota, þú veist, með þessum vegg, þá eru þeir að nota DK-ið samt aðeins betur yfir shortið og húkað, heldur en Dímon var, sko. Sérðu hvað Lost Luck er kominn? Já, hann er bara... Hann er kominn backside fyrir aftan út að skæinn pussaði short og þetta er oft það sem er svo hættulegt að þú keyrir shortið. Hann er að kóla það núna bara. Ég er bara komin inn á B, sko. Þeir þurfa, núna þarf Dímon að ná að drepa Skye. Annars er allt þetta push frá Lost Luck eiginlega bara ónýtt. Herru, er hann að fara að ná, hérna... Herru, þetta við verðum að sjá... Hann veit af honum. Sjónarhóðni og Killjoy, sko. Nei, hann veit ekki á honum! Hann hefur ekki hugmynd. Lost Luck er að fara að ná honum, ekki nema hann sér pixelarna. Hann sá hann! Þetta var óheppilegt. Þetta er það sem að kalla field of view. Hvort að mögulega að resolution í hjá honum eða field of view þannig sé ekki stilt hann og hátt, en hann átt að sjá hann þarna. Þetta var sko, eða bara off-focusæður á crosserinn, sko. Það er nefnilega málið, það gerist nefnilega. Tunnel visionið, sko. Já, það gerist, sko. En þetta var rándið, þetta eina kill. Þetta bara, þeir mistu líka með því að missa Killjoy, hann var búinn að setta á B, sko. Algjörlega. Þannig að þetta var bara... Þetta er nefnilega gefið þér þetta falska öryggi sem við vorum að tala um áðan, er að þegar Skye pussa niður shortið og sér ekki Jett á longinu, þá segir hann við hann, engin B og hann bakkar. Og þá lappar hann í rauninni bara frítt inn á side og býr til akkurat þetta ránd út engu, sko. Já, þetta er bara, og ég meina, þú veist, þeir eru spar, sko, þú veist.
Og Þetta var vel gert, ná honum báður low. Hann fer í no-scopið, þrisvar. Það er spurning, hann væntanlega vissi að það væri báður low, hvort að sjokkdart það bara verið máli, en það er alltaf auðvitað að vera vitur eftir á. Það er nefnilega, hann hefur líklegast ekki guðmynd það, en það er alveg rétt. Sjokkdart þarna hefði líklegast verið nóg til að ná þeim báðum, sko. Já, einmitt. Líka bara svona til að búa til aðeins meira space til að feika og eitthvað svona, sko, þú veist, en ég meina, já, núna eru þeir komin í ansið slæma stöðu, þeir eru bara komin í semi-spar og sér það er 1 Phantom. Já, þeir þurftu að vinna þetta round og þetta var líka moral breaker að fá Jett inn, hann drepur þá þarna og nær roundinu bara ótrúlega vel spila í rauninni, þetta var bara frábært lurk og líka bara Jett að lurka yfir höfuð er ekki eitthvað sem að sér mikið, hvað þá eitthvað roundwinning lurk af honum. Já, einmitt, herri, þarna, þú veist, þetta er vont. Þetta er slæmt. En þú veist einmitt, nota race utility til að koma þeim bara út úr húkka, núna eiga þeir bara húkka. En byrju, ef hann næri lost lock hérna, ef hann flassar fyrir hotnu og næri lost lock, hann er ekki. Nei, byrju. Það var einn hann píkar þetta. Hann vippar. Þetta er, en allan að þeir eru búin að losna aðeins við hann, hann er ekki fara að veita þessa pressu núna. Sér þá bakkaði bara allir. Svolítið óheppinn að hafa ekki náð þarna lost lock þarna. Já, það er, en sérðu, þeir eru overrotated svona semi, sko. Og þeir eru ennþá 4 B-main. Já, einmitt. Daydream er bara einn að taka, hann er að segja núna bara þetta er B. Þetta, hann dassar út. Og Forbip er bak við hann, en hann næri svo samt. Mikilvægt fragg þarna. Já. En hafa þeir eitthvað til að denia þetta þessu planti. White svingar bara lost lock hann og hann er komin í... Helgs nær honum í stökkinu. Já, geggjað. Ég ætlaði að segja, hann væri bara komin í skjól, sko. 3v3. Hann var með hann á línu, bak við vegginn. Já, einmitt, skemmtilegt, sko. Og þeir vitum hann. Þetta var leiðilegt. Já. En núna er Viperinn í postplantinu. Þetta er það sem að... Þú ert að tapa bombuna. Og þú getur tankað eitt. Hann getur náð þessu. Þú getur halfað. Hann með full HP, hann hefði getað klárað þetta, örugglega. Heldur það? Já, þetta hefði verið tæft, en ég held að hann hefði getað náð þessu. Hann er þetta low núna, en... Já, ef hann fer bara inn í smókin og... Hann næri þessu. Já, hann náði þessu. Þetta var eins og þetta eru bara nailbiterar af roundum í þarna, sko. Alveg, sko, ég tek undir það, þú veist, mér finnst einhvern veginn svona round differenceið bara ekki gefa allir kynna hversu, þú veist, hversu close leikurinn er búin að vera á köflum. Ég er alveg sammála þeir. Það er í rauninni bara að Demon er bara búin að vera að vinna mikilvægi roundin og hinn roundin Saxskráin alltaf búin að lenda einhvern veginn svona í einhverjum ego-bæs, constantly í bara það sem að economyið þeirra er vont og þeir ná ekki að gera neitt. Og sem tapaði þeir akkurat eins og roundir hann á móti spari. Já, einmitt þarna það sem að, þú veist, já, sem við sáum bara núna áðan. Akkurat. Herru, skemmtilegt, núna er bara búið að loka sjortinu. Þú veist, ég verð að segja, mér finnst ég bara valla að vera búin að sjá eitthvað shower action bara allan leikinn. Já, mjög lítið. Það er lítið búið að vera að vinna með lurkið í shower sem er svona algengast í metaðinu er að skilja einn eftir þar. Já. En lítið notað. En sjáum þá, sko, þetta er, þeir kóla þetta. Það er spurning hvort að Eiríksson hafi verið of langur. Hvort að Barley hafi það er lengri byssa. Já, þetta er nefnilega alveg, með að við hvernig þeir wallbanguðu allir bak við hennar kassa, þá þykir maður bara mjög líklegt að þeir hafi séð eitthvað. En núna er Killjoy lifandi með allt utility sitt, hann er að bíða eftir droppinu. En okkur fóru þeir báðir í Ares? Já, ég lendi í því í dag, ég skaut gæði með scout og hann tankaði bara skotið út af því að hann var með Ares og hann bara krátsaði og hann bara tók mig áður en ég komst í næsta skot á scoutni. Já, þú skýtur svo rætt, sko, það er nefnilega... Æðilegt, sko. Herri, sjáum minna, Daydream getur kannski unni eitthvað með þetta. Þetta er reyna, þetta er örugglega sá agent sem þú myndir helst vilja hafa í svona 1v3 retaki. Algjörlega, þetta er bara... Já, en ég held samt að Lost Luck sé með, hann er örugglega að segja núna bara, strákar, ekki píka, ég vil línu. Já. Og þá eru þau komnir í match point. 12-5, þetta er... Og á low buy. Já, þetta er... Ég leyfi mér nú eiginlega bara að segja að þetta er búinn leikur alltaf, fyrsta mappið. Það þarf eitthvað rosalegt að gerast, sko, til að þetta verði eitthvað, til að þetta snúist eitthvað við, sko. Það verður bara að segjast. Já, og líka bara, þú ert að sjá strákan í Demon eða allir að keyra yfir 1 KD og alveg vel yfir og síðan eru allir í sakaskránu undir. Já, það er enginn yfir einum í KD, þannig að... Og þú veist, og meiri segja þarna, við sáum að, þú veist, Robin, Sagin, sko, hann
þótt hann sé kannski ekki yfir 1 KD, þá var hann með 10 assist, sko. Já, akkurat. Þeir sjá þetta Entry, hann nær hérna einum, hann nær. Og Já, hann já, er já. bara komið backside. En allan að tekinn. Og það er bara að reyna þarna og hann er fastur fyrir aftan vegginn. Já. Með Ares og þarf að labba inn í húka sem er eiginlega bara Og það er erfiður komið- slagur. Það er komið væbrúlt, sko, Já. líka. Þetta er, ég held að þetta sé búið. Herru, Þetta var clutch. Þetta er úllt gæti breytt öllu. Núna þarf að reyna bara að vera þolinmóður, bíða eftir að hlaupa út og koma sér vel inn fyrir smókin og Já, jafnvel bara... þeir eru bara að beila. Þeir eru í lægja á postplantið. Þetta var geggjað úllt. Hann er að Ég held að postplantið sé of lengi á leiðinni. Ég held að geti bara tankað þetta. Þetta er huge! Þetta er geggjað. Hann næri þessu. 12-6. Og þeir drápu alla. Þeir náðu öllu. Þetta killjolt var svo mikilvægt Þetta var geggjað. Við ætlum á bara besta tíma. shoutout á Belicious sem að á þetta rand. Hann heyrði í okkur og sagði það er ekkert búið fyrir en ég segja þessu búið. Þetta var frábært. Já, þetta var geggjað, sko. Heldur lífi í leiknum. Algjörlega. Þetta er, það er nú meira maður sem þetta fyrir fram og tilbaka og núna er það svona, já, sem við fullbæði á Ég fíla líka bara að Sakaskráin er bara með fætið í sér ennþá. Já. Þeir eru í vonlausri stöðu. Mentalið skiptir svo miklu máli, já, sko. þeir eru Það bara er- að full on reyna Já. og ég elska það. Já, það er svo auðvelt að segja bara go next, Já. eitthvað, sko. Þú veist, Það er nefnilega það, sko. já. Þú veist, núna þeir eru með infoið. Núna, þú veist, einmitt, komni með, rotationið. Þetta er það sem ég er svolítið hrættur við. Geggjað. Big. Nær pikkinu. Þetta var big, Á sko. Sova líka sem er Já. gott fyrsta pikk. Já, en það er líka bara, þú veist, einhvern veginn að gera vappan óöruggan, sko. Núna er hann bara Algjörlega. kannski hrættur við að pússa eins meira, sko. Já, Og þú veist, erfitt líka að ná nefnilega pikkinu þegar þú ert að labba upp í shortcornið, sko. Já, einmitt. Og síðan, hann Og var að lengi horfa á að eitthvað skjóta. annað núna, já, hann var að horfa á eitthvað annað en samt brást nógu hratt við. Já, það var líka að kíkja á radarinn eða eitthvað svona Já, að sjá já. hvað vinir sínu voru að gera og Núna var Bífri bara flassa, þú veist að hann er að koma, hann er búinn að vera að leika sér á eldinu í alltaf langan tíma, bara að nota utilityið og Já, bara taka hennar slag. sko þeir vita líka að þeir eru svo margir í húka og húka er svo ómögulegu staði fyrir margir til að vera í, sko. Já. Það er, ég ætla bara að varpa þeirri sprengju á dímon bara, heyrðu strákar, þið getið ekki verið 3 í húka, þú veist, það er bara ekki pláss fyrir 3 til að fæta. Þeir eru líka svolítið lengi að koma sér út núna, þú sér að reynan er eiginlega bara Og búinn sérðu, að kötta á rotationið. Hann ætlaði aftur eitthvað að Væperinn lösku með hann, hann veit af honum, eða hvað? Hann sá hann ekki. Þetta er risastórt. Herru, og Já, ég ætlaði já, að segja já, að já, Hími já. myndi kosta hann þetta ránd, sko, það hefði verið típist, en hann ætlaði aftur að lurka eitthvað bara með vappan. Og ég satt að segja eitthvað svolítið stórt, The Lost Luck, hann notaði bara hnífana bara eitthvað af því bara og sjáðu peninginn núna. Já, ég Hann er átta ekki- mig ekki já. alveg á, Já, sko, hann er að spila svolítið unorthodox jet, Já, það er að virka mjög vel í þessum leik, mhm. en þegar þú byrjar að spila á þetta kannski erfiðari svona, að því mér líður svona eins og að Sakaskráin er ekki að nota nóg mikið utility fyrir angles, að þegar þú byrjar að lenda í því, þá er þetta vappað projekt að fara að vera jafn öflugt Já, og þá þarf eiginlega hann að vera sá sem er fyrstur inn á sætin. En hann er einhvern veginn aðeins aftar þótt að sé að virka í þessu leik og það er bara frábært, sko, ég væri til í að sjá núna bara taka upp ræflun og reyna bara svolítið bara að setja pressu með dassinu inn á sæt og bara koma liðinu sinni inn, þeir voru svolítið lengi áfram núna. einmitt, hann gerði það þarna í fyrsta rándinu, en síðan núna er hann aftur bara að fara í þetta lurk, sko. Þú veist, hann er að láta bara reyna á það aftur. Já. Og ég held að það muni ekki virka í þetta skipti. Nema að Killjoy rotate út, nei byrju, Hann missir af honum. hann missir af honum. Og hann sér hvað hann er með bottan. Bottin er á lélugum stað, sko. Hann er nefnilega á stað sem að þeir þurfa eiginlega að vera inn á sætinu en hann gefur þér ekkert info. Já. Þannig að þú þarft að vera með bottan til að spotta bæði entrance Já. til að koma í veg fyrir nákvæmlega þetta. Og þetta er, þeir eru að spila þetta vel tíman hérna, þetta entry. Og síðan er hann kominn í Hann er bakið. bara kominn alveg í bakið á þeim, sko. Hann er líklegast að fara að vinna rándið út frá þessu. Þeir eru Já. eftir að fríka út þegar þeir fatta að Jet er backside, sko. Já, einmitt. En hann þarf samt að fara nær til þess að hann Hann- getur ekki hann- reynt hann að ná gerir það. 3 hausum. Bara, hann þyrfti hann ekki að hetta á þessu reynsi, Killjoyn alveg 3 sinnum með En eitthvað. þeir eru að bakka. Þeir hefðu eiginlega bara átt að vera á hann og láta Já, hann en bara... sérju, hann burstar bara núna og bara Nær einum. kom með vappan sinn, sko. Og hann fer í þetta pick líka. Já, Þetta er þetta er... Sky ennþá inni með Herru, judging. Beefy, já, þetta er, strákar, þegar maður tjekka corner þá verður maður eiginlega að tjekka almennilega, sko. Já, ég held nefnilega að þegar að Sakaskráin skoðar þetta vott af þessum leik. Ég heldur mér að læra helling. Já, af því að það sem er svo pirrandi við hennar leik fyrir þá er að það voru svo mikið af litlum mistökum
sem að hefði geta gert þetta miklu meira tætt leik hefði það ekki verið til staðar. Þannig að ég held að mögulega vonandi næsta mapp verður bara miklu meira tætt. Ég held að það ætti alveg að gera þess að þetta er svona mjög undranlegt hvernig þessi leikur er búinn að spilast. Þeir eru samt kannski bara frá að ná þessu rondi, sko. Ok. Sérðu þetta? Daydream, poppar hann fyrir ofan hann. Nær þessu, frábært, 4 kill hjá honum og hann eiginlega bara bjargar liðinu sinna hann. Já, algjörlega. Þú veist, ef þetta væri að spilast eins og eðlilegur svona Valorant-leikur, þá held ég að þetta hefði klárast í 12-5. Nei, svo 13-5, cirka. Þetta er það sem þú varst að segja, þú veist, þeir eru greinilega með fætin, sko. Já, þeir eru ekki að gefast upp og þetta er bara það sem, þetta er bara champion mentality. Algjörlega, sko. Þú veist, þetta er bara það sem ég vil sjá og mér finnst það bara frábært. Já, allir heim í stofu, bara takið þetta til ykkar, sko. Það er bara, þú veist, það er ekkert go next við Saga-skráni, sko. Nei, þetta eru 4 round sem að, og þú veist, og miðað við hvað, þeir þurfa að vinna 1 núna, senda það í, þetta er doable. Þetta hérna er, þú veist, já, ég minna, auðvitað ef þið tapar roundinu, það eru bara leikur búinn, sko, en ég minna, ef þið vinna þetta round, þá held ég að þetta sé alveg bara að stefna hratt í jafntefli, sko. Þetta er mjög doable. Já, eins og maður segir, þetta eru í rauninni 2 bæround sem að þau þurfa að díla við og hinn roundin, þá þurfa þær bara að passa að hleypa ekki Jettinu fram. Basically, sko, en þú veist, sérðu, Jettinu kannski, er þetta kannski of mikið comfort zone með að gera alltaf þetta sama, sko. Sama dóti, af því hann kemst ekki upp með þetta núna, ef þú sér staðsendingarna hjá Vipernum. Já. Hann er með vappan. Já, þeir ætla líka að láta hann lappa í gegnum vegginn, sko. Já. Þú veist, þetta er áhugavert. Hinir eru samt að reyna að vinna að. Þetta er svona smá default feelingur, eða ekki default, þetta er bara svona að manna allar stöður dæmi, sko. Þeir vilja ekki hleypa þeim í baki á sér, sko. Leita mistökum, basically. Vona að vörnin gerir mistök eins og þarna, hann fellur. Hann hefði ekki átt að taka hann fight, sko. Nei, þetta er... Og góð ör með veggnum, svona lokar alveg á. Og þessi veggur kemur, hann skannar, hleypur inn í þetta. Þetta var erfið staða fyrir reynuna þarna. Já, algjörlega. Leið og dartið komið þarna og taggar þig, þá ertu í mjög vondum málum. Já. Jú, ég held að þeir verði bara báðir að ulta núna. Sovine getur ultað hérna bara þar sem við vitum hvert Viperinn fer í postplandi. Þannig að hann getur bara ultað það. Það er það sem hann gerir. Hittir ekki fyrsta, er tæpur í númer 2. Hvaðan er tæpur í númer 2, sko? Þeir þurfa bara að hlaupa hérna, það er ekkert annað hægt að gera. Bara að hlaupa. Gilli er líka ekki á standard position. Skannar, baðir byggja vita, það er eitt þar. En er hann ekki lokaði frá sprenginni? Nær pikkinu, þetta er, nú þurfa vollaðar off á shortinu. Hann hittir ekki, höfðu í deffið. Nei, þú verður bara að snerta. Býtu? Hann hefði átt að stikka þetta bara strax. GG, þetta var skemmtileg. Hefði hann stikkað, þetta var... Herru, förum ekki í kastideski, ég vil sjá þessi first bloods á scoreboardinu, sko, áður en við komum aftur til okkar. Ég held að hann hafi, Jettin first luck, hafi verið með vel yfir 6 nörgla. Já, ég var líka... Hann var með 5. 5, ok, þetta var kannski svolítið villandi, en þú veist, hvað er Bifree með 4? Veistu, ég verð að segja, mér finnst svolítið merkilegt að hann hafi verið með 4 með við hvað hann flassar lítið. Maður fælir í þannig, sko. En þú veist, hann er greinilega góður gunner, sko. Þú veist, ef þetta er svona, sko. Ég held nefnilega að við erum að tala um 29-11 leikur fyrir hann Lost Luck og hverjir eru líkurnar að það gerist aftur í næsta leik? Oftar en ekki, er þetta svona one-off þar sem hann er kannski 30 kilum eða eitthvað og næsta leikur kannski 15? En þá er bara spurning ef hann er að halda þessu áfram hvort hann getur garantíða þessi 2-0 eða þá næsti leikur verður bara mögulega Saga-skráin. Band var Saga-skrár pick, sko. Já, þetta var, þannig þeir eru að fara í, hvað var næsta mappið? Við kannski fáum það frá útsendingu, hvað næsta mapp var valið. Og við getum líka komið svo sem aftur inn á kastiborðið bara til þess að þetta halda áfram með leikinn. Hvað segirðu? Haven næstu leikur. Þannig að ég gæti trú, það er það sem þá fórum við aftur að tala um þetta með hvort þú ætlir að pikka attack eða defense. Já. Þú veist, Haven er held ég, ef ég man rétt, stats-wise, örlítið T-based. Við erum að tala um bara svona slightly T-based og það er aðra búið því að það er þessi 3 bombsite. Þannig að þú hefur miklu meira option sem attacker, þú getur farið séð, þú getur feikað meira
einn góður lurker til dæmis, þú veist, þó Það að eru Lost-Luck var að gera það Já, reynda já. núna, en þá eðlilegast væri þetta einhver Cypher eða Killjoy sem væri akkurat að púlla þetta ról, sko. Það breytir svo miklu að, þú veist, eins og til dæmis í Bind, það eru, þú veist, í rauninni bara 4 leiðir inn á site Já. og í Haven þá ertu með 5 inn á 3 akkurat, site, skilur akkurat. það munar miklu, sko. Það er meiri pressa á að allir standi sér vel. Já, einmitt. Þú kemst í rauninni, það er þetta yfirleitt bara það lið sem er með betri 5 spilarna sem eru bara, þú veist, meiri örgir í þessum fætum. Það er yfirleitt liðið sem vinnur. Já. Síðan sérðu oft lið sem eru kannski með 4 mjög sterka og 1 lélan og í mappi svo Haven, það er það oft nóg bara til að fella þau lið af því þessi eini veikleiki getur verið bara nóg til að Já, einmitt. En þá er einmitt spurning, með það sem við vorum að sjá í þessum leik, hvað heldur að liðin vilji gera? Þú veist, þetta er Demon Pick, Haven, þannig að Saga-skráin fær að velja site. og þetta er jet map. Já, þú veist, Þetta er mikið að varpa angle, sko, þannig Já. að vonandi Ég nota þeir bara utility meira. Já, ég held að Lost-Luck ég held að Lost-Luck sé sem sagt ekki svona vappi sem að kannski fer eitthvað að hoppa út double doors og og nær pikkja og hann dassa tilbaka eitthvað svoleiðis, sko, Nei. ég held ekki Þetta verður eitthvað svona óna kassanum á síðinu, píka longið, óna kassanum á middin og B. Hann mun líklega ekkert verið í svona jafn aggressífum pikkum, en hann mun samt vera að halda angles og miðað við að Saga-skráin var að dræpíka kannski aðeins svo mikið, þá væri mitt advice að þeim akkurat það að notiði bara utilityið. Þú veist, þið eru hvort að deyja í rándunum með eiginlega allt utilityið eftir, þá geti alveg eins notaði bara fyrr í rándinu og vonandi bara komið ykkur, þú veist, aðeins áfram. Þið viljið ekki vera að missa spilar á fyrstu 15 sekúndurum. Þið viljið allavega ná ground og helst allir á lífi áður en þið takið sér executin inn, sko. En ég meina það er no-brainer að Demon og Lost-Luck er að fara í jettu aftur, eða ekki? Ég held það, 100%. Ég held það líka. Það er bara alveg 100%. Hann er góðu vappi og greinilega, þú veist, ég veit ekki hvort það sé ekki vapparspilari í Saga-skráni, en bara þetta op-difference getur gert rosalega mikið, sko. Vappin breytir svo miklu á sérstaklega á defense, sko. Já. Þú veist, að vera með, bara halda, þú veist þú ert með þessa línu bara. Það er líka bara pressan. Þú ert komin inn í hausinn hérna, þú nær 2 pikkum, snemma í leiknum, þá er fólk alltaf með það, ég þori ekki að píka þetta þegar getur verið vappið að það, og þeir eru alltaf óöruggari við öll angle, þá ertu bara búin að setja þessa hræðslu í liðið. Verður reyndar að segja að, þú veist, ég meina, það virtist ekki ná Saga-skráni, þeir heldur bara Þeir héldu bara jump píka og eitthvað, sko. Og eðlilega var þetta ekki. Þannig að, þú veist, þeir allavega mentalið er ekki að fara að taka hitt á þann hátt, sko. Það sem að Saga-skráin hafði, þeir voru með frábært mentality. Demon var bara að spila betur. Þeir voru meira tight, þeir voru með mikið presence af Lost-Luck. Hann var bara að gera overtime, hann var að vinna yfirvinnu þarna, sko, og gerði allt sem hann gat til að halda liðinu sínu bara í yfirtölu þarna. Og í þessu leika var ég bara til í að sjá Saga-skrána að vera bara aðeins meira tight. Og líka bara ég vill að in-game líderinn láti liðið sitt bara svolítið heyra þegar þeir eru að gera svona mistök að dræpíka svona og nota ekki utilityið. Bara herðu, strákar, þú veist, við erum búin að deyja núna 3 svara fyrstu 10 sekúndurum, ekki meira þessu kjaftaði, skilur. Einmitt, og þú veist, ég vil svo mikið bara á því, þú veist, það eru, ef það er eco round, þá basically hafi 1 mínútu og 40 sekúndur það sem þið getur bara tala saman áður en að þið eru að commit eitthvað, skilur, þú veist, allan á attack. Og síðan eru timeoutin, þú veist, þú ert með 1 per helming og þau eru hvað, hálf mínúta, eitthvað svoleiðis. Munar allt, skilur, tala eins saman bara, líka bara, þú veist, einhvern veginn í róliheitum, bara svona ógeðstrákar, hvað er í gangi? Og líka svolítið oft mikilvægi parturinn á pásunum og það sem er mikið notað, veit ég alltaf í Counter-Strike-deildunum hann, er bara pása til að kæla. Kæla þá, þeir eru bara svona, við erum að rústa í næsta round, let's go. Þú vilt eiginlega bara svona svolítið að þeir missi fókusinn, þú fær bara nærðir bjór eða vatn eða eitthvað, skilur, aðeins bara rólir, ok, ég er góður núna, ég sest niður og þá vonandi eru þeir bara búin að missa smá af þessum fókus sem að þeir voru með og þá byrjar ferskur í næsta round. Og þetta er alveg underrated, það voru oft þar sem að við spiluðum og vorum að keppa og við bara pásum og sögðum ekki einu sinni. Við vissum bara að við vorum að tapa rándunum út einhverju þvælu, skilur, óheppni og eitthvað hannig og bara pásum við, biðum, reset þetta, aðeins. Og það oft bara gerir huge, þú sér þetta oftar en ekki í lið, oft ná turnaroundur eftir pásuna. Já, algjörlega, sko, þú veist. Þannig já, bara allir hann heima, bara, þú veist, ef þeir eru að keppa mótinu, munið þið eru með timeouts. Já, bara 100% nota þau og ef þeir ekki nota timeouts þeir eru að tapa, þá bara must, það er must að gera það. Já, algjörlega, sko, og en þú veist, en ef við skoðum síðan aðeins restina teamkompunum sem við vorum að sjá, þú veist, eru þeir í Haven
Erum við að fara að sjá bara það sama frá báðum liðum, skilur við? Ég held að við séum ekki að fara að sjá, við erum alltaf að fara að sjá race, nema að þetta sé bara algjört comfort pick þarna. Já, það er nefnilega spurning, sko. Þetta var að ganga tölvöld betur fyrir díman en að átt að gera, miðað við að þeir voru með engin flass út úr tjókum, sem þýðir að þeir voru að fá pikkin, sko, áður en að þeir voru komnir inn á sætin. En eðlilegast á eiga ekki eins og að geta komið svona auðvitað út í tjókunum af því þeir eru ekki með flassið og það áttu bara að vera með 2 byssur og utility grenurnar, sjokkdartinn og eitthvað svona til að geta hægt á þeim og þeir ekkert geta komist út yfir höfu. En ef þeir næra alltaf fyrsta pikkinu, þá er það bara, hleypur bara út, sko, þá ertu komin. En ég gerir ráð fyrir að það verður eitthvað shuffle á pikkunum. Þú veist, kannski minna Viper, ég gerir ráð fyrir Omen verður líklegast tekin og ég vona að Viper spilarinn hjá Sakaskóna pikki bara Omen. Það verður örugglega sterkara fyrir hann ef hann er vanur að spila það af Omen eða jafnvel Brimstone. Þú veist, bæði alveg viable picks, Mollyin til að hægja á rushum og síðan Omen þort með miklu meira möguleika á TP-inu, með flassið. Þannig að annarkvort, ég myndi, fyrir utan það ég ekkert persónulega geðveikt hrifinn af Viper í Haven. Nei, það er svo stórt mapp að veggurinn er einhvern veginn bara svona, þú nærði í sömu möppum, þá setur þú vegginn og það er bara eins og 3 smókar, skilur, en í Haven er miklu minna um það, sko. Skiptir engu máli nefnilega í Haven. Það er bara 2 smókar, 2 smókar er bara nóg. Omen smókur eða Brimstone smókur, þannig að either pick, ég gerir ráð fyrir að þeir vera, annarkvort liðið vera annarkvort báðu með Omen eða þá, þú veist, 1 með Brim, 1 með Omen, eitthvað svoleiðis. Það er í skilstöðu sem að byrja þannig að við fáum bara sjá agent selecti hérna. Þetta verður spennandi. Að sjá hvað að gera. Náttúrulega ekkert búin að ræða Astra en, býtu, og einmitt þegar ég segja það, þá fer Astran. Já, hún var bara, akkurat, Astra er mjög sterk í þessum mappi. En þú þarft samt að kunna svo vel á hana, það er nefnilega málið. Og þá er spurning, sko, Daydream sem spilaði Reyna áðan, hann er að fara í supporting role á Astra. Hann var heitur í senasta leik og gæti gert mikið að því við erum að tala um að utilityið hjá akkurat Astur er fullkomið fyrir Haven. Cleara corners og... Það er gott, sko. Þarna kemur Brimstoneinn hinum megin hjá Gilla sem er bara held ég frábært pick-up, myndi ég halda fyrir hann. Það er bara, ég held að hann eftir að standa sig mjög vel. Já, ef hann er, þú veist, líka aftur line-ups líka, sko, þú veist, hann var með þau á Reynu og Viburnum, sko. Þannig að hann er væntanlega með einhver Molly line-ups hérna og mér sýnist þetta bara ætla að vera svona ég vil samt eiginlega ekki sjá 2 duelist, sko. Ég verð að segja það. Ég er sammála því. Þú getur alveg keyrt þetta mapp á einum. Controllerar eru mjög sterkir hérna. Þú veist, mikilvægt að vera með Sentinel, finnst mér. Það er helviti djarft að Demon að fara Sentinel-lausir í þetta. Af því þetta er mapp þar sem að ef óvinnuliðið fær information of snemma og getur komið í bakið að þeir, það getur verið alveg bara devastating, sko. Ég líka, sko, ég ætla bara ekkert að fara leynt með það, ég fíl ekki Reynu, sko. Þú þarft eiginlega að poppa of mikið off til þess að mér finnst hún vera þess virði, sko. Hún er nefnilega hetja sem að ef þú ert ekki heitur aim-wise í akkurat þessum leik, þá ertu í rauninu bara... Þú ert bara 2 flush. Þú ert liability fyrir liðið. Þú ert í rauninni, þá væru betri á hvaða öðrum agent sem er. Sko, þess vegna fíla ég ekki, sko, Reyna nema og sért bara að keppa. Þú veist, sért í rauninni caliber above, svona liggur við, sko. Bara aim-maskina, bara scream bókstaflega. Þú veist, þetta hitta bara í hausa alltaf. Svona eitthvað scream test-dæmi, sko. Þetta er nefnilega akkurat þetta consistency sem þú þarft sem Reyna. En þú veist, og var Aron Lax popping off í senasta leik? Þú veist, hann var ekkert að gera slæma hluti en hann var heldur ekkert að toppraka, sko. Nei. Held ég. Var Laxinn á... Ég held að var hann ekki sófa í senasta leik? Jú. Þannig núna akkurat ætlar hann bara að fara, hann vill hitt í hausa núna. Já, þarna poppaði allan stjörnunni og það er að koma rotate, þetta virðist vera commit. Hann flassa vin sinn, hann Bifree. Þeir eru eiginlega bara, hann blokkar hann þarna inn í smóknum, þetta drap hann þarna. En þeir eru 4 bara komnir inn á sætið. Þetta er bara full rotate, þeir eru greinilega að counta mikið á killjoyin. Gilli þarna ætlar að lurka eitthvað fyrir hægri klikki af þessari, hann var svo sem á hreyfingu. Þannig að núna ættu þeir svona sem ég vita eru bara farnir. Lostlökk er greinilega búin að átta sig á því að hann getur spilað einhvers konar lurkleik, sko. Já, hann er að ná að lesa þá mjög vel. Sko, Sakaskólan þarf að snúa því svolítið við á hann, bara þessi Lostlökk er greinilega bara að spila allt og mikið. Gott Molly, þetta er geggjað. Hægri klikkið, 1-3, 2 fastir þarna í garage. Já, núna þarf Bifree svolítið bara að leyfa þeim að fara út í helgs.
þú veist, hann á ekki að vera einn að dúila alla þessa gæði. Lostluck sleppir því að reyna á þetta hérna, lurk. Og þetta í rauninu bara frítt plant þannig. Já, herru, sjá. Ó, skanna 2, þeir vitum þá, þeir bara keyrið þá núna. Já, gott pull, pulli eðileggur plantið, hann er vulnerable. Hann er ekki að ná að hitta hann. Herru, ok, Helgs reddar þessu og Healy komið og The Lostluck, hann þarf að gera eitthvað stórt hérna, Á 10 sekúndum, þetta er búið, sko. Þarna er þetta 1-0, byrjar betur. Þetta var, sko, ég var hræddur að þeir hefðu svona þannig sér overrotate, þú veist, við sjáum allt, við vitum að þeir voru allir þarna. Ég var svo hræddur að þeir hefðu overrotate út að þeir vissi ekkert hversu margir þeir voru þarna. Nei, akkurat. En þeir voru fljótir að rotate tilbaka, sem var svona, þeir gáttu lesið það vel, bara, heyrðu, ok, þeir eru ekki hérna lengur. Já, þeir gáfu í rauninni C-sætið með þeirra hugmynd á væntanlega að nota sófadartið fyrir retake. Já, einmitt, og vera með, og skildu náttúrulega killjoynan eftir í, hérna, Sealing, bara til þess að nota utility hans til að láta vita ef það er eitthvað. Þú veist, þessi molli náttúrulega hægði þvílíkt á þeim inn í Doppeldoor. Þetta er nefnilega svo mikið information. Þú þarft í rauninu bara 1 killjoy átt að sénu og hann getur sagt þér allt sem er að gera þessi garage og allt sem er að gera þessi sénu. Og það er í rauninu 33% af mappinu. Já, herru, Helgs, strax með pikk á reynu, opnar þetta vel. Og kominn á jet. Já. Hann ætlar að fara í þetta op presence sem að við vorum að ræða áðan. Já, það er, þú veist, það þurfti líka bara. Ég er alveg sammála því og núna erum við örugglega að fara í miklu þéttari leik. Já. Sjá, minna, þeir ætla að reyna að vinna með bara, vilja ekki bara fá plant og B og kalla þetta gott. Eins og hérna, þessi fugl, þeir vita allt núna. Já. Fara bara í dúlinn, eru með betri byssur. Þetta er bara... Já, þetta er bara... Lostluck nær Daydream en ég meina, þú veist, þetta er bara búið ránd, sko. Já, hlaupa bara í grændirinn þarna, sko. Hann að flassa sig út, veita á honum, alveg stauraðir. Já, þetta var vel gert. Þetta var flott, þetta var bara frábært. Missa í rauninni bara 1 og það er bara akkurat það sem vilja. Fara þá bónusránd væntanlega núna. Já, ég segi bara að kaupa pumpu og henda, vera í Doppeldoors með pumpu og þá ertu ekki einu sinni að breyka economyið fyrir að kaupa einhverja byssu á þennan sem dó, sko. Nei, akkurat. Það er þú veist, nema við sjáum This Boy Toby og Helgs eru með mikið peningi, það er spurning hvort þið vilja ekki bara spara fyrir þessu vappið mitt, sko. Þú veist, Helgs getur bara farið í vappa í næsta nátti. Það er akkurat, hann er með 3900 núna, tilbúinn fyrir vappa í næsta. Núna er þetta bara að reyna að gera eins mikinn skaða í þessu bónusnátti. Þessi er bara vákvæður að lesa þessi allir að fara að sé. Og hann skannar. Já. Náði hann einhverjum? Nei, hann náði einhverjum í skanninu. Nei, en þeir voru fljótir að eyðileggja örina. En örinn bjarga honum samt frá orbinu, sko, þess að auðvitað. Já, algjörlega. Hann var í rauninni bara out in the open, blindaður, en þeir eru uppteknir á örinu, sko. Sérðu staðsendinguna á orbinu bak við grænakassan, hann næri rauninni. Já, þarna var Helgs kannski orðin aðeins of, hann var komin á skemmtilegan stað, en þú veist, þeir einhvern veginn náðu bara í öxlinn honum. Já. Þeir eru hræddir að séu fleiri eru þeir kannski bara að fatta að þeir geta að spila slow game með betri byssurnar, sko. Já, og hann er strax komin í lorkið aftur hann Lostluck, hann lappar hann í átt að garage. Hann er að fara að geta alarmbot samt, sko. Já. Hann gæti mögulega að flassa það, smóka það. Ef hann er sniður, þá getur hann smókað og lappa framhjá því. Ég veit ekki hvort það dugi enda en... Hann hefði nú ekki þurft að poppa báðum mólunum, það er kannski panik bara. Já, örugglega. Það er líka bara aldrei að fara að virka, þú nærði ekki að gera nógu mikið skaða með því, sko. Nei, það var meira þess að þegar Killjoy kom fyrst út, þá var einhver sem kom staði ef þú poppa 2 málum, þá gerir minna damage heldur en ef þú gerir með 1 málu út af því að damage byrjar að overræta sig einhvern veginn. Já, var eitthvað glitch þá basically á hvernig það kom. Þeir eru bara hreins þetta með betri byssum, sko. Já. Samt leiðilegt að Sagaskóin nær ekki einu pikk, sko. Nei, ná ekki einum. Það er í rauninni bara það versta sem getur gerst í þessu bónusrándu. Þú vilt ná allavega 3, þá ertu svona að sleppa góður, sko. En hérna kemur vappinn líklegast frá Helga. Hanna, búinn að pikka hann upp. Og hann ætlar í A-pikkið. Ok, og hann ætlar að vera solo. Mér finnst það samt alveg svona ágætlega sniðugt. Ég meina ef hann sér eitthvað þá er það á langri línu þannig að þeir hafa tíma til að bregðast við. En Killjoy er að snúa við. Ætla greinilega að gefa honum eitthvað stöf. Og það stefnir í að Demon sé bara að fara í eitthvað svona mitt alla pressin, ná einhverju svæði áður en að þeir gera eitthvað execute, byrja að labba hérna upp middina. Sko, þetta er gott pull, þetta var góð hugmynd. Hann píkar ekki með því, hann greinilega... Píkar ekki nógu langt, sko, hann kannski bjóst ekki við að Lostluck væri komin eitthvað svona langt til hægri. Lostluck er bara svo ósvífinn, þú veist hver pussar þanga bara eitthvað dræ, sko. Það er bara út af hann er búinn að komast of mikið upp með þetta, sko.
Ef að einhver kemur núna út úr síling, þá étur hann bara. Ok, þessi smoke nullifæðir aðeins. Nær þessu pikki. En sér það, Killjoy er strax komin í línuna, sko. Þannig að þið vita að Helgs er ekki komin í, að Lost Lock er ekki komin í baki á þeim. Þetta er líka bara stór, nær hann í gegnum hurðina. Á kassanum. Mikilvægt að jafna equalize þetta aðeins, sko. Já. Þeir skilja bara Killjoy stöfið eftir. Þetta er held ég bara mjög mikilvægt. Já. Ná öðru pikki, 4v3 núna, en þeir eru byrjað að lappa bara inn á B-sæti. Já, en sér, Balicious er náttúrulega að taka á móti, hann, samt, þú veist, þetta var góð hugmynd, sko, nota Phantomin til þess að covera vappan, sko. Ok, 2v2, báður á sikkur á linkunum. Já, sér það, hann er komin í bak á æð. Já. Hann gleymdi að láta þetta bánsa, en Helgs er aware. Já. Þetta er góð, hann er að lesa þetta vel. Hvað hann er að lesa þetta vel. Timing! Nei! Þetta mátti ekki gerast. Þetta var... Núna veit samt this boy að hvað þeir báðir eru. Já, alveg klárlega, sko. Hann er á alveg sjens. Þeir ætla ekki að spila saman. Jú, hann getur svingað í crossfire. Já, hann er að hugsa um að hann crossi þarna yfir og ná að covera þannig. Aftur timing, þetta er alveg erfitt að horfa á. Sakaskráin er ekki með mikla heppni akkurat núna. Veitu, hann verður að nota ör eða eitthvað, sko. Hann verður bara að nota ör til að, hann ætlar að forsa, ok, ef hann þeir næri sjá inn á 1v1. bombuna fyrst, sko. Þeir vita hún er ekki rauð og þeir geta þar alvegandi sleppt í að horfa. Hann getur samt semi-reynt að halda þeim, þannig að það missi bara allir byssuna sína, sko. Þetta er erfitt, já. Ég held að það hafi bara verið orðið playið að láta á deyja út af bombunni, sko. Já. Svo hann næri allan að gilla, svona þannig sé. Ég held í þessari stöðu þá verður þau að velja hvað þú ætlar að pussa. Annarkvort labbar inn í A-linkin eða þú labbar út í miðjuna. Verður að fá einhver 1v1. Já, að því annars ertu í rauninni bara að biðja að báðir horfa á því crossfire og þú tapar því alltaf, sko. Eða þú veist, eða nota örin alltaf að draga attention meðan þú swingar annan eða eitthvað, sko. Ég er alveg sammála því. Reyna alltaf eitthvað svoleiðis en að fara bara beint í bombuna. Þar sem að þeir sjá hana líka. Þú veit að þú ert ekki að deffa, þá þurfa þær ekki eins og píka, sko. Þeir bara jiggla, sko. Sjá hvað gerist núna. Þeir eru rauninni að countera þessa, Balicious nær bara einu sheriff skoti bara þarna. Ískaldur, þeir bara tekur bara fyrsta skoti í haus. Já, þeir eru svolítið að nota auga til þess að countera örina, sko. Fyndi hvernig það er einhvern veginn búið að gerast þess. Já. Hann nær hittir hann, þannig að núna vita er allt hennar vappa. Þeir ættu, núna er spurning hvort þeir ættu ekki að fara að reyna að kaupa aðeins meira pláss, sko, eins og sjáum að Be-Free er aðeins byrjar að pússa hérna. Herru, það er hent í hnífana hérna. Því það hann ætlar að endrýja með vappan og hnífana, það er ekki economical, sko. Ég er eiginlega sammála því, ég átta mikið á, var þetta ekki alveg örugglega Jettin hjá Díman sem að... Þeir eru bara báðir ultaðir, sé ég, sko, þannig að, já, það er það er bara bæði liðir með Jet-ulti í gangi, sko. Ég skil það vel hjá Sakaskráni, en ég skil það ekki alveg hjá Díman, sko. Nei, þú ert með vopni, sko, og vilt eiginlega bara halda því að ef þeir tapa þessu rándi þá... Það er með aðeins of hátt. Já, þetta crosser placement var í rauninni ástæðan að tapa þessu fæti. Já, það er... Og líka lappið, óþarra lapp, mögulega bara bíða og... Ég mitt og náttúrulega hann var með samt, sko... Hann var samt líka með skátin, það er erfitt. Hann hægri klikka væntanlega bara. Já, ég held að crosserinn hefði verið á honum, en það var bara aðeins að langt í burtu. Herru, hann er bara... Sko, er þetta ekki bara, þetta stefnir hratt í ágæti spar. Já. Þú veist, í rauninni búnir að ná tveimur, eru með vappan. Astra á alltaf að halda vappanum. Jú, kannski ná einu pikki, en halda vappanum, sko. Ég er alveg sammála því, hann ætti... Sjá bara... Og komin í bak, þá veit hann er ekki að fara að halda þessu vappa, sko, nema... Og veit hann er með vappa, sér hann halda línunni og hann getur bara biðið eftir að vini sinni koma að hjálpa sér. Halda hann bara þarna. Já, þeir ætla bara að láta hann deyja út á bombu, sko. Og hittir ekki og er þar að leiðandi dreifinn. Þetta var óþarfa þarna samt, sko. Já. Krakkar, ekki eða utility ekki neitt, sko. Þetta er 200 kall. Já, hann gerði þarna eftir að landið var búið, sko. Já. Bara... Það náttúrulega var búið að hækka kostnaðir á þessum maður. Já, þetta var náttúrulega, þú varst með 4 stykki einu sinni, sko. Var þetta ekki 100 á hvert á þeim tíma? 100 á hvert 4 stykki. Það er OP, sko. Já. The good old days. The good old days. Og meðal annars líka bara horfa á Jettin núna þegar maður hugsa tilbaka að right-klikkið var alltaf að resetta eftir hvert. Já, þetta var hræðilegt, sko. Sem Jet-spilari þá er ég oft bara, jú, þetta er ekki í lagi, sko.
Ok, núna er fullkaup og er Daydream að fara að láta pikka sig með því að vera að pikka eitthvað? Nei, hann er vitur. Aftur timingið. Hann ná ekki flassan þarna. Hann næður ekki flassan en Helgs er með hann. Helgs er með. Hvað er í gangi með þessi timings? Þetta var, hversu óheppinn er hægt að vera. Þetta er sko, það er eiginlega alltaf vinn á móti Sakaskrána akkurat núna. Þetta var sko, þetta hefði bara, hann hefði í rauninni átt að ná einu með til tveimur, sko. Já, þú veist, já, hann hefði átt að ná reyna, síðan hefði hann átt að ná Jett og síðan einhvern veginn píkar Seijin og það ekki Robin og við erum að tala um að Robin er ekki, þú veist, búinn að vera eitthvað að hitta þannig séð svona fárlega vel, sko, hingað til, þannig að þetta var bara vel gert hjá Robbanum, sko, Robbi bjargaði. Já, þetta breytti rándinu algjörlega. Algjörlega, sko, það var bara allt annað ránd, sko. Núna vita ég svona svolítið það, spurning hvort þeir ætti ekki verið að reyna að kaupa meira real estate, sko. Það er ótrúlega mikið að láta þeir eru 5 fastir á longinu. Hefði einhver hjá Sakaskráni pussaði á spánið eða eitthvað þannig, það væri dímar í vondri stöðu, en þeir eru einhvern veginn bara að komast upp með að það vera 5 á einum stað sem þýðir í rauninni að mér líður eins og Sakaskráni sé bara svona hræddir. Þeir eru ekkert að pussa fyrir info, þeir eru ekki að reyna að ná einhverju svona grándi í þessu mappi sem er það mikilvægt sem þú getur gert í heiminn, er að reyna akkurat að átta þig á hvort meginn þeir eru. 8 sekúndur eftir, þeir pulla til að eyðileggja. Það stoppar plantið. Já, stoppar plantið og hann það er orðið seint. Vá, hann vinnur rándið. Ég ætlaði að fara að segja, hann er með pullið, sko, og það voru bara 8 sekúndur eftir, sko. Þetta kallast að vera clutch. Já, þetta var clutch, sko. Þetta bara Daydream. Þetta var búið ránd og Balicious segir bara að það er ekkert búið. Já, einmitt. Enn og aftur. Hann náði líka killinu þarna, já, einmitt, eyðilegði ennþá meira, sko. Hann er með 2 frögg og bara mikilvægasta fraggið eitt af þeim, bara sílar bara mjög mikilvægi rándið fyrir þá. Já, ég meina, þú veist, hver hefði staðan verið peningarlega séð ef að þetta hefði verið, þú veist, þetta er bara maður verður að hugsa lengra heldur en bara unnið rándið ekki. Þetta er líka peningurinn og þú veist, og allt bara. Hann fer alltaf bara í vappan þegar hann hefur efni á honum. Hann spila bara rifle rosa lítið í attack. Já, það er, þú veist, sem að þú getur annarkvort verið bara Jetta sem er bara á vappanum og er bara popping off og allt er geggjað, sko. En síðan einmitt getur þú kannski lenda á móti liði sem bara slekkur á þér og þá er svo slæmt ef að þú ert aðal leikmaðurinn í liðinu einhvern veginn, skilur. Þú veist, ef þú ert killproviderinn og síðan einhvern veginn er slökkt á þér, þá bara. Þetta er nefnilega sko alveg mikilvæg punktur líka því, þú veist, ég spila Jett operator í hærra ílóðinu og það er eiginlega ekki hægt. Þetta virkar 1 ránd og síðan mun hitliði bara debta og þú munt ekki fá þessi pikk aftur. Þetta þeir hætta bara að sína sig og þú þarf bókstaflega að lappa inn á sætið ef þú ætlar að gera eitthvað. Já, og ef þeir sína sig þá er það bara eftir utility, sko. Já, þannig að þú veist, Last Luck er að komast upp með svolítið svona mikið af playum sem hann á í rauninni ekkert að komast upp með. Núna verður hann að slóa, núna verður hann að hæja eins á þeim. Hann tilbúinn að poppa molli. Þannig að heyrir hann plantið og poppar hann molli, hægir aðeins á þeim. En hittir hann ekki, hann er akkurat í hotninu. Hann er í defaultinu og hvorki pullið frá östru né. Já, hann fór í hotnið á kassanum sem er mjög óalgengt að fólk planti og það er reyndar engin molli þar. Já, og þetta var skemmtilegt play hjá Helg sem við sáum hann að hoppaði upp á þetta ult kemur aðeins og seint, sko. Það hefði látt að koma áður en þeir rössuðu allir inn, sko. Það hefði, já, þetta hefði þurft að gerast fyrr. Já, og núna það er sko, þeir fóru einhvern veginn 2 þarna inn og Helg sem er skemmtilegt play sem hann uppdraft dassaði upp á kassa en náði ekki að skópa nú hratt, sko, þannig að Lost Luck náði honum, sko. Skemmtilegt play, en ég minna, þú veist, ef þeir ætluðu að poppa killjoy-ultinu þá hefði, þú veist, það voru 2 sem fóru þarna inn, sko, sem að hefði í rauninni ekki átt að gera, sko. Já. Bara að setja niður ulti, þeir hefðu örugglega bara flúið longi, sko. Ég er ekkert viss að þeir hefðu pushað, þú veist, pushað ultið. Nei, akkurat, það er, og fyrir, já, akkurat, þannig að það hefði alveg gerst, en þeir voru bara, þeir hrundu svo hratt án þess að mér að vera inn á sætinu. Ja, það er spurning hvort að Gilli hefði bara ultað killjoy. Já, hann er með brimultið ennþá, sko. Ef að þetta hefði verið einhvern veginn öðruvísi. Það er skemmtileg staða sem að B-Free og Helgs eru í þarna. Ég held að þessu báðu með shorty og með því að búa allir svona two-layers þá Já, drepa fyrsta og hlaupa þér í næsta, sko. Það er alveg snið. Hann er bara að færa sig bara longi núna og mögulega hann sér hann hér, klírar engulun sín, vel gert hjá Gilla. Algjörlega.
hleypur í. Bífree nær einum, hann komið með, últaði. Það bara, af hverju hlupuð ekki í hann? Ég verð, það bara... Hann þorir væntanlega ekki últi að því þeir eru í ígórándi. Hann gerir það núna, of seint. Já. Þannig að annarkvort þurfti hann að gera þetta fyrr ef hann ætlaði að gera þetta, eða það bara sleppa því alveg. Já, einmitt, sko, en þú veist það sem kom mér bara svo mikið óvart var að Demon bara pussaði hann ekki, þú veist leið og hann var búinn að pikka upp byssuna skilur að bara, hann bara einn inn á og hann bara nýbúinn að pikka upp þessa byssu, við bara rössum hann. Já, þeir eru með fyrsta pikkið og það þýðir yfirleitt að það sé bara einn annar þarna, ekki nema þeir eru að búast við kannski stakki eða eitthvað svoleiðis. Þeir eru bara farið til C, þeir eru að spila mjög safe, Demon sko. Og rándin er eiginlega svolítið bara déjà vu, það er búið að vera presence á A, enda C, presence A, enda C. Já. Og núna enginn til þess að toga af, þetta er hald sko, sækja þessa byssu sem þeir fengu, halda henni, kannski reyna að ná pikki eða eitthvað. Ég held að það sé allavega, hann er að fara að vera étinn af Lost Luck sko, Hann er með lítinn armor og Marshall og hann er að darta fyrst, þetta er það sem ég vil sjá, hann vill ekki fara í... Þetta var góð hugmynd. Píkar samt áður en að skannið klárast, þannig að þú veist, hann var búinn að gera það sem var rétt en tímasetningin aðeins röng. Þetta var góð hugmynd sko. Já, algjörlega, þetta var bara, hann notaði utilityið sitt áður en að píka, vitandi að Lost Luck væri með vappan þarna. Hann var kannski aðeins og fljótur á sér, hélt kannski að hann væri búinn að ná að skanna. Já, ég hefði eiginlega viljað sjá bara This Boy Toby fara, þú veist, sé longi og reyna einhvern veginn taka einhvern þegar þeir bakka frá sprenginu sko og Balicious bara halda. Halda exitunum í rauninni og reyna að gera smá economical damage á það. Já, sér það, þú veist, þeir eru tveir með lítinn armor og Balicious fyrir dælu sem er alltaf rosa dýr sko. Og hann er að fara aftur í C-pickja, það er búið að virka rosalega vel fyrir hann. Þannig að hann heldur bara áfram að reyna að komast þar í gegn. Já, einmitt. Drónin inna til þess að... Sjokk dart að koma þarna inn, lendir ykkur starfn í þakinu. Já, herðu, og Balicious, þú veist, hann hefði ekki einu sinni átt að ná gilla sko með svona swingi held ég. Fer út með Odin. Þetta er líka eitthvað sem maður þarf að passa sig á, er að vita það, er Seijin með ulti áður en að ferja svona agropíka því þá er það aldrei að fara að borga sig. Já, út af því að þeir verða, þú veist, þá verður þú að láta þá agropíka þig sko, til þess að hafa ekki safe rest sko. Það er nefnilega málið, þetta er nefnilega hlutir sem maður þarf að vera að fylgjast með í svona leikjum, er akkurat þetta. Ef ég fer agropíki í einum og hann ressaður og ég dey og núna er ég alltaf í undirtölu. Já, einmitt, og síðan náttúrulega líka bara hræðilegt að missa killjoyn af öllum á defense sko, þú veist. Það hefði þá miklu frekar átt að vera sko jettan eða eitthvað sem hann er að þú veist, dassa í burtu sko. Síðan þarftu reyndar að ansi stóra hreðjar eða þú ætlar að píka svona út með Odin. Já, þetta er satt sko. Herru, er þetta dissa dæluna eða? Herru, það er bara hreinsun í þetta. Þeir eru bara að rústa, geggja flass líka, þetta er bara vá. Frábært. Við vorum bara ekki að hlæja þessi dælupikki og þeir taka bara geggja retake. Þetta var frábærlega vel spilað. Þeir bara hreinsaði þetta upp, setja þetta í 4-5 núna. Og í rauninni er það bara, bæði liðin þurfa bara að reyna að ná þessum mörgum rándum í þessari stöðu og þeir geta. Það er bara, þú vilt vera bara með 5-6 ránd og þá ertu nokkuð ánægð með þinn helming sko, þá ertu allavega með séns. Ég er eiginlega bara, þú veist, ég verði eiginlega bara að taka aftur fram hvað þetta var góð hreinsun, hvað þetta var gott retake. Þetta var frábært. Maður verður líka að hrósa góður hlutum. Já, algjörlega, þetta var bara frábært. Og þetta er það sem við viljum sjá meira af. Og hann konar þetta! Leggar hann! Það er nú meira sem að þeir ætla að vera óheppnir með svona hluti. Gott reflex sko hjá Helgs en óheppin að hafa ekki náð honum hana. Nær hún að næstu í. Þetta var líka, hann var svo ótrúlega svona einhvern veginn lappandi í miðjunni, frekar heldur hann að faðma sko aftari vegginn eða fremri vegginn. Þá var Aron Lax svona í skrítnum position. Já, þetta var svona skrítin angle sem hann lappaði inn á og það var náttúrulega sem vappið þú ert ekkert að míða á eitthvað svona off angle sem maður myndi segja sko. Já, hérna Aron Lax ætlar að bara fara hægt upp. Hann kemur vappan og hann ætlar bara að lappa beinustu leið upp hérna á rampinum. Þetta var timing en þeir eru komin inn á B, sérðu. Og þeir ná, já, 3-3. 3-3, skanna alla. Og þetta sjokkdast rétt svo hittir ekki. Helgs nær honum ekki þarna þegar hann hoppar yfir. Já, þar gill ekki núna bara að ulta. Hann er að reloada vappan. Þetta var óheppið. This boy er kannski, hann hlýtur að vita svona sirka hvar þeir eru. Já, það er rauninni einu staðið sem þeir geta verið er að halda þessu postplandi því ísveggurinn hér meginn. Ég veit ekki hvort að drón hafi verið rétt ákvörðin hérna sko.
Nei. Jú, kannski, en það getur svo mikið tíma. Það svo ógeðslega hægur, sko. Þú sér samt hvar... Hann að spila of hægt. Hann verður bara að taka vappan og flýja. Þú sér líka hvar Axel hann með ultið sitt. Já. Horfðu núna leið og hans... Taktu bara vappan og löftu. Horfðu, ultið kemur út. Þú getur samt reynt að tankað eitt, sko, en þú veist... Já, þú veist, ég minna, þú ætti bara að taka vappan og hlaupa, sko. Í þessari stöðu, rétta playið tanka fyrsta, halfa, reyna að dodga næstu 2 og þú nærð að klára áður en þú kemur. Alveg klárlega, ef þú ætlar að fara í þetta, en hann var búinn að spila svo hægt. Já, ef þú ert með HP-ið, full HP þá virkar þetta. Það að tanka alltaf fyrsta, reyna að ná því haf og síðan reynir að dodga hinn 2 og þú nærð að tanka það áður en hann hleypur að þér. Já, einmitt, en hann var líka búinn að spila bara svo hægt með að nota dróninn og eitthvað svona til þess að klera og tíminn eiginlega búinn, sko. Já, þú veist, hann hefði eiginlega þurft að bara, þú veist, ef hann hefði spottað bara, já, Sova pottið að spila ultið sitt, ég ætla bara að white swinga en hann Sage og vonaði besta, sko. Þú veist, en ég minna, þú veist, það er svona næstu það sem hann gerði, þannig að svona cirka bát, heyrðu, þeir fattir að Helgs mjög vel. Þetta ránd verður rosalega mikið á honum Helgs að gera eitthvað með þessu hnífum, af því það er bara engin peningur. Ætli Gilli, þú veist, núna er hann með styttri byssu, sko, Gilli heldur hann sé búinn að klíra þetta hot, það er spurning hvort hann nái B-free. Hann er pullaður, hann nær honum ekki samt. Herri, byrju, sjáðu hérna. Vel gert. Gott, mikilvægt. Og núna er það bara að Gilli er búinn að vera duglegur að klíra þessi angle sem var svolítið bara óheppinn þarna. Þú nærði í rauninni ekkert að klíra þetta almennilega. Nei, ekki þegar hann er með, þú veist, shortið þess að verið eina leiðin til að klíra það er bara wallbanga og þá ertu búinn að gefa upp positionið þitt. Akkurat. Þannig að þetta er svolítið erfitt, sko. Eða láta Jettin klíra það með því að dassa bara út strax. Gott info sem hann fær hann á fuglinu. Já, vita er allavega eitt það er. Spurning hvort að Balicious verði bara kaldur og keyri bak, það væri alveg big place. Timing. Nær killi nr. 2, B-free að gera stóra hluti hérna og með timingið. Já, flottur Balicious. Þetta var akkurat það sem við vorum að ræða. Af því að Demon er ekki með Sentinel, þá geta þeir labba svona frítt í baki. Og þetta er eitthvað sem þeir eiga að vera að nota miklu meira að pussa fyrir info. Af því þú nærið að refsa svona alveg bara hægri vinstri. Þetta var big, sko, þeir eru með bombu. Þeir eru reyndar ekki búin að secura hann eitthvað það vel, þeir eru bara með bottan til að sjá hvort það sé búið að pikka hann upp, sko. Fer hann bara í fætin. Hann veit að við erum hann uppi. Það er bara einn eftir. Þú veist, heldur hann ekki bara áfram að pussi þess átt að ná pikkum og, þú veist, og eitthvað, skilur við. Bara tefja þarna, reyna eitthvað að drepa núna. Herru, gott hægri klikk hana. Ég reyndar ekki farið í hægri klikki að þessu reyndsi, sko, en það virkaði. Þetta var risastórt ránd hjá B-free. Ígor ránd, bara með hnífana hjá Sakaskráin sem í rauninni gerði ekkert mikið í þessu rándi. En B-free nær 2 killum. Og síðan kemur lörkið frá Balicious algjörlega til að setja naglann í kistuna. Núna eru þeir með killjoy-ultið, þannig að ég vil svolítið sjá svona flott retake aftur, eins og ég gerði áðan, nema bara með killjoy-ultinu, tryggja sér 7. rándið, það væri bara geggjað, sko. Akkurat, Sakaskráin situr á 3 ultíum og það er 1 ulti hjá Demon. Við erum ekki búin að sjá Brimstone ulti bara alla leikina. Nei, hann notaði það núna. Já, allar clear out window. Þeir ætla bara að keyra í garasið. Já. Þá kemur alarmbotinn pullið og mollið, þetta var geggjað. Þetta er mikill skaði, báðir með svona 20 í líf. Já, einmitt Balicious. Þetta var risastórt. Þetta var geggjað. Balicious með 3. Dælan að fara þarna fram. Reynir að fara í 4, nær honum ekki. 6-6. Þetta var geggjað ránd. Ok, vel spila. Þetta var bara frábært. Þetta var snilld, sko. Þeir eru hróskilið fyrir þetta, sko. Já, þetta var vel spilað og það er greinilegt að Sakaskráin er stepping it up í seinni leik. Já, ekki þeirra mappik. Nei. Skemmtilegt, sko. Og núna bara svona dæmandi af agent valinu hjá Demon, þá er þetta svolítið erfið vörn, engin Sentinel. Já, í rauninni ekki, sko. Þannig núna er, ég held nefnilega, tilfinningi mín fyrir þessu leiki búið að vera að Demon eru bara hittnari. Þeir eru að vinna slægina sinna og eru búin að vera aðeins betri í akkurat að treyta og fá það gegn, sko. En spurning bara það að þeir séu ekki með hana Sentinel í vörninu, hvort að það er nóg fyrir að Sakaskráin geti bara unnið hana leik. Ég bara, þú veist, ég get ekki beðið eftir þessum hálfleik. Það er bara það sem ég verið að segja, sko. Já, þetta er og mikið að keyra á þessu pistolrándi. Já. Sá sem tekur þetta pistolrándi er alltaf 100% að fara inn með stórt advantage. Já. Sko, þeir þurfa bara að nota utility í sitt vel, þeir eru komnir þarna í double doors. Kemst fram hjá mólunum, nær honum ekki. Demon með 2 strax.
Já. Í pushinu hérna. Og þeir Helgi missa low. skæin sinn, þannig að þú veist, sérðu, það eru 2 low en skæin ekki lifandi lengur, þannig að getur ekki healað. Þeir eru komin í mjög slæma stöðu Já, núna. og bomban först þarna inni bara hjá Demon Territory. Já, þetta Þetta sko, þú veist, það er nefnilega, það er málið með þetta double doors dæmi, sko. Ég fíla, þú veist, það er gott fyrir lurk út af því að það er ömurlegt að vera defender og halda double doors in my opinion, sko. Já. En þú getur alveg ekkert verið að rusha svona inn, þú veist, ég meina við sáum það bara í seinasta ráti, skilur, að það var eitthvað rush sem bara klikkaði, bara, þú veist, virkaði ekki neitt, sko. Þetta eru nefnilega þröngir gangar og sérstaklega þegar allir eru á lífi, þá getur verið svolítið erfitt að komast út þessa ganga. En nú ná Balicious bara að fara B, ok. Það var samt búið að vera að covera það, sko. það sem virka líklegast fyrir Sakaskrána hérna núna í Attacker er að reyna að lurka mikið út af þeir eru ekki með hennar Sentinel. Sér því að þú getur miklu auðveldar að setja pressu á A og láta einn labba C eða garage eða öfugt pressa á C og láta einn labbin á A af því að þeir eru ekki með þetta info sem þarf. Alveg klárlega, sko. Þeir þurfa bara að nota Killjoyn almennilega til að passa sig ekki verið að koma í baki á sér. Akkurat. Í rauninni ætti bara Killjoyn hjá Balicious að vera að vinna töluvert meira frá liðinu sínu. Ég held að þetta er bara eitthvað aðræst þegar verið að, heyrðu, gott flass. Skrítið að hann flassaðist ekki einu sinni smá eins. Nei. Og veggurinn góður. Og mótið svona pistols. Og þetta er búið. Bakki bara. Þið bakki bara, sko. Resetið. Þetta er, já, mjög erfið staða. Já, þeir eru allir búin að róta þetta því bara að reset, sko. Þetta er bara búið. Sko, ég hef stundum verið að hugsa, sko, meira þess að þið út með svona round. En sko, liggum við bara svona að reyna að finna einhverja leið til þess að drepa sig, til þess að bara sjálfur, til þess að gefa hinum ekki orfin og 300 kallinn, sko. Það er bara eitthvað, herri strákar, í þessu rándi þá förum við bara út í hotn og Balicious moljar og áfá þeir allan ekki 300 kall og ultimate roll, sko, þú veist. En það sem ég vildi benda á Daydream, hann er með 7-9, en mér finnst eiginlega bara að það ekki sína hversu vel hann er búinn að standa sig í þessu leik, af því ef þú ert búinn að vera að fylgjast með hvernig utility hann er búinn að liggja, hann er búinn að búa til rosalega mikið færum fyrir liðið sitt. Þetta er það sem við vorum að tala um, Astra er ótrúlega erfiður agent, en hann er bara ekki búinn að vera, þú veist, við erum ekki búinn að sjá það, hérna, þú veist, hjá honum, hann er bara búinn að gera þvílíkt góða hluti, sko. Bara stendur sig mjög vel. Mér líður einhvern veginn eins og alltaf eins og molliarnir og púllið eru búinn að vera rétt stöðunum. Já, herru, gott pick, en núna þyrfti hann eiginlega, sko, núna vildi ég eiginlega ekkert endilega sjá kistlu, sko. Þeir eru með betri byssur, þeir þurfið ekki að keyra close, skilur við. Bara fá heal frá skæinum og eitthvað svona. Það virðist nú samt vera að virka. Nær 2 í sjokkinu þarna. Þetta er alveg skaðið. Nú það bara engin flush fyrir backside. Og nær honum í healinu. Náðum báðum samt. Já. Bara búin að missa einn. Þannig að núna bara spili í postplandi með Killjoynum, sko. Þú veist, og betri byssunum, sko. Flott skot í Helga. En hann er satt í bak. Það er spurning hvort hann ætli bara að ná exits. Með 9 limited edition sheriffnum. Hann sýnir það samt ekki þarna. Hann var að byrja beint á hausinn hann til lokin en ítti aðeins að hratt að taka. Virðist vera eitthvað skökkbyssan. Já, það ítti aðeins að hratt að taka hann annars, sko. En ok, bara fyrsta bærándi hefnast mjög vel, missa bara einn hjá hérna Sakaskráni. Já, þetta var bara gott ránd fyrir Sakaskrána, 7-8. Og Lost Luck komur á vappan enn og aftur að toppfraka, 16-10. Besti maðurinn á servernum eins og er. Já, núna þurfa þeir bara, núna mega þeir ekki dræpíka. Það er bara, þeir geta ítt og tap, séð economy, bara heyrðu hann á efna vappa. Þetta er nefnilega akkurat það er bara svo ofta sem að fólk gleymi sér í þessu rándi, akkurat. Keypti hann vappa eða ekki. Og núna vita þeir það. Já. Sjáum hvort að Helgs nái að næra að dassa út, bara equal trade. Það er að hlaupa aftur í vappa nefnilega, núna er spurning, er hann með smoke til að crossa aftur? Já, næra að fara yfir. Hann öppar aftur yfir, sniður. Ódýrara utility líka, já, akkurat. Og hvað var Balicious að gera einn þarna? Það reynir að labba í einhverju lurki inn á B-ið, en það voru bara 2 að bíða eftir honum. Þeir voru alveg búin að lesa þetta. Málið er líka bara veggurinn situr heill í. Þetta er eitthvað sem má ekki gerast. Já, þeir eru líka með dælu. Já. Það var bara að nota, þú ert með ódýr, eðilegðu bara vegginn. Því málið er að þú leifir vegginum að standa, þetta eru svo miklar upplýsingar fyrir Sagein, svo tókst eftir, hann var inn á B-inu líka. Já, einmitt. Þannig að hann þarf ekki eins og að halda garage. Þetta er Helgsandnær, þú veist, opnar þetta aðeins meira, nota 4-4. 4-4, inn á sínu. Flassa út, en hann er samt einhvern veginn einn að reyna að klera þetta. Þeir þurfa að flassa backside, gera það ekki. Eða þessi hefði líka bara kannski átt að koma fyrr, sko.
Nær þessi treyti, núna aftur. Sástu þetta hérna púl hjá Astra, þú veist, þetta var allir með skeggjað. Þetta var bara... Hann er á réttum, alltaf að nota utility í sitt rétt og ég er bara mjög ánægður með það af Daydream. Já, en núna halda þær væntanlega bara línunni á bombunni, sko, en hann getur allan að náða sér í byss, hann getur náða sér í betri byssi, þá vita þær hvað hann er. Það sem er svo mikilvægt eins og Sky, þú tókst eftir að hann flassaði fyrir framan kassan þegar maður reyna að hlaupa út. Þú þarft í rauninni ekki að flassa þar, þú vilt alltaf flassa fyrir aftan hann. Af því líkurnar af því að gæinn sé standandi fyrir framan kassan í svona stöðu eru litlar sem engar. Ef þú flassa fyrir aftan þá nærðu öllum sem er fyrir aftan og mögulega ykkur sem er fyrir framan líka. En ef þú flassa fyrir framan þá er kassin að fara að blokka allt. Það er líka bara, fólk gleymið ofta að þú getur farið hátt upp með fugluna, sko. Þú veist, þá nærðu meira area, sko. Algjörlega, þannig að þú veist, það þyrfti í rauninni bara eitt gott flass þarna frá B-Free, backside og þetta hefði verið allt annað ránd. En ég minna, þetta er ekki búið ennþá, við vitum að Saga-skáðanum er gott mentalgum. Þetta var skemmtilegt flass, þetta var skemmtilegt hérna hvernig... Gegnum vegginn fyrir hann, svo hann getur fengið þarna frítt pík með vappanum. Já. Þetta var skemmtilegur. Svona þannig sé ég. 207 skilja bíð eftir galopið. Púlið kemur aðeins hægt þarna. Já, sko núna er Balicious líka að vinna með eitthvað svona lurk sem ég kannski ekki alveg að fíla, þú veist, eitthvað svona gett svona drælurk og líka svona framalega, þú veist, þú mátt alveg endilega taka eitthvað space og halda því en ekki reyna svona að vinna því inn, er mín skoðun, sko, sérstaklega ekki þegar kaupið er eins og það er, sko. Eru þeir ekki bara á einhverju lightbæi núna? Jú, þú veist, en er það ekki bara, ég veit ekki, það er spurning, er Dímon ekki svona svolítið liðið sem að er að fara að pussa þig, sko? Þetta er ekki bara að taka einhverja haglabissur og fela út í einhverjum hotnum, jafnvel út þú sért á takk, sko? Já, það er nefnilega spurning, sko, það sem ég held að það er eftir reyninni bara að reyna að gera núna er bara að reyna að keyra hann að vappa niður. Þú veist, þeir eru með svo mikið utility til að geta keyrt hann að vappa niður og þeir ættu alveg að geta náð losslag. Þú veist, hann viffar fyrsta skotinu, þá var hann bara dauður í rauninni. Þú bara eldir hann niður með öllum flössunum. Þú notar ör til þess að, eða dróna til að senda hann í burtu í fyrsta skipti, síðan, bara flassar næstu 2 línurnar og þá ertu með hann, sko. Já, algjörlega. En við erum búin að taka bara eftir því það eru bæði liðin að spila hægt. Þeir eru ekkert eitthvað geðvikt aggro. Þeir eru meira að reyna að fara í þessi aim battles. Núna skilja ég bara, þú veist, nei, já, þeir skilja bara þarna, hvernig... 3 að kæra shortið, 2 á longið og það eru 2 inn á A-inu. Flassið hátt núna, nær kassanum. En þeir eru ekki að rotate. Þeir eru svolítið hægir út, bara að keyra þetta núna. Það því sérðu, það eru 2 búin að keyra út á shortinu en longið er aðeins hægt. Já, núna hérna loksins koma þeir. En þú er ekki að klíra bak við kassan, þeir vita að hann lags er ennþá, það er ok. Ok, nær honum. Einn í heaven. Já, og þarna kemur aðeins of seint, hérna, sem sagt, veggurinn, sko. Já. Það er góður, núna vita þeir það alla. Já, náðu þeir ekki öllum þarna? Jú, ég held það. Losslag allir í dassið. Ok, gott ult, ídegum í burtu. Núna ætti Losslag bara að... Er í gegn væntanlega bara? Já, hann ætti bara að smóka sig í gegn og hlaupa inn og reyna að búa til eitthvað vesen, sko. Einn og shortin hann heyrir í honum. En mollin er kominn, það fyrir... Viffar þessu og B-Free næ bara 3 á leiðin inn. Vel spilað hjá B-Free. Það er ágætis hold, bara. Ágætis hold, sko. Ég hefði svona eiginlega bara meðan að sófa en var últa, þá veistu að einn er out of the picture, sko. Þú veist, þannig að þá, og þú ert með smókana sem að fara í gegnum vegginn, bara til þess að þá getur bara hlaupið inn á sæti, sko. Ég er alveg sammála því. Ég hefði persónulega sjálfur alltaf hent í smók og dassað í gegn og reynt að right-klikka fyrsta target. En hann fór í uppdrafti sem er svona aðeins meira riski því þá ertu, þú veist, í uppdrafti uppi og 2 geta verið að horfa þig og slow í loftinu, sko. Það er sko, þú veist, einmitt líka bara ef hann býr til svoleiðis pláss, þá eru líka bara gæjar byrjar að horfa annað, já, þá eru hinir byrjar að horfa annað, sko, þú veist, og þá geta viniðin eldi, sko. Akkurat. Bara búið til pláss. Núna er veggur komin aftur, og sjá hvort þeir skemma hann núna. Ok. Þið með að brjóta þennan líka, því hann er ennþá að gefa info þessi seinni partur þarna. Já. Aron Lax slappar hérna upp, þetta getur verið hættulegt. Það eru 3 að býða, en hlaupa allir, Turret ennþá eftir samt. Já. Það er... Ok,
Ok. Já, þarna kemur loksins eitthvað almennilegt til, sniður að flyga þarna með baku veggi, Já, akkurat. En af hverju er Balisius bara að hlaupa einn á þeim? Þú veist, af hverju er hann bara eitthvað að hlaupa einn inn að lurka, þú veist, hvar eru fleiri flöss og fleiri Já, ég er akkurat, þetta er aldrei spurningamerki við keyrsluna þarna. Ok, gott timing svona, þannig séð. En ég meina, Það sem er áhugavert er að hann ákvað frekar að hoppa í gluggan heldur en bara að reyna að keyra inn á séð. Að því ég er að náttum á, sko, hvað var planið þegar þú komin inn í gluggan? Já, einmitt, sko. Þú veist að þeir eru ennþá lifandi inn á bínu, þannig þú ert aldrei að fara að komast þannig út. Óöppin, hérna, The Lost Luck, bara einmitt, mættur hérna. Robin bara að hitta ágætis hausa í þessu leik. Þetta var bara mikilvægt ránd frá Robbanum. Já, hann náði þarna hvað, 2 að jafnvel 3. Og núna er 8:11 og þeir þurfa að taka ákvörðun hvort þeir vilja kaupa hérna Ígó. Ég held að... Helgs fer í hnífa bara, eða ekki, Hvað myndið þú gera? Er þetta í kaup? Ég myndi segja Helgs í hnífa og droppa og kaup, já. Alveg sammála. Það er 8:11, þá ertu komin í do or die situation. Þú verður bara að reyna... Maður vill ekki spila match point restina af leik. Nei, þeir eru með 2 ultimate líka, þannig að bara henda í hnífana, henda í þetta killjoy ulti. Og spurning bara hvað sitja, hvort þið sitja þetta að shortið eða ætla þeir bara... Helgs hoppar hérna, spurning hvort hann ná, Aron gerir ekki ráð fyrir þessu en ég held að Örn svona eiginlega bara eðilega fyrir, sko. Hann trublaði, hann hljópi burt út á Örni. Það var svona ákveðið svona twist sem ég held að enginn nema við höfum átt að, eða svona séð fyrir, eða þú veist, eða við sáum það alltaf ekkert fyrir. Nei, ég held að Sóvan hafi ekki átt að segja að þetta geti gerst. Nei. En núna þurfa þeir... Það er enginn með bífrý til að treyta. Þið get ekki farið svona einn, sko. Nei, Killjoy er núna að koma hérna og ég gerir ráð fyrir því að... Góður hundur, mikilvægur hundur út af því að... Þeir þurfa að nota Killjoy ultið núna. Það er eiginlega eina sem er í stöðinni. Fara shortið. Ó, nánunni eru 31. Það er mikilvægt. Og þeir eru ekki búin að kaupa neitt real estate annars staðar á mappinu. Sóvan þeirra er ekkert með ulti í það. Nei. Ég veit ekki okkur þeir eru að tefja. Þeir eru með Brimstone, ulti. Já, það var það. Ég var að pæla okkur voru svona lengi að henda þessu út. En sér, þeir eru alveg komnir inn á site, sko. Þeir eru komnir með... Dartið komið... Og þarna hefði Axel átt að vera tilbúinn að dæla í gegn, sko. Ó, nánum í gegn. Já, heyrðu, ok. En það er annar að koma. Og Lost Luck, hann er svo grimmur með hann að vappa, sko. Hann hikar ekki við að sína sig, sko. Nær 2, þetta er erfitt. Killjoy eftir. Hún með sýnist vera með utility á bombunni. 1 til. Og poppar því. Og vappin er að bíða eftir honum. Já, hann getur ekki svingað. Nær fyrsta, hann má ekki píka lengra. Ó, sá setni. Næs! Heyrði droppið. Þetta er risastórt. Balisius. Ekki píka þetta. Svo close. Lost Luck, risastórt round. Retake, nær 2 og síðan 1v1 í lokin. Já, þetta var... Setur liðið sitt í 8-12. Hann er bara... Hann er mörgulega illt í bakinu akkurat núna. Það er einu sem ég get sagt. Já, hann er búinn að vera að gera virkilega góða hluti hérna. Mér sýnist það í rauninu bara vera munurinn á sko liðunum núna. Já. Hann var með 29 kill í hinum. Hefðurðu sett hann í annarkvort liðið, þá hefðurðu mögulega getað edgað þetta, sko. Því hann er að gera svo mikið akkurat núna. Algjörlega, sko. Þetta er bara, hann er að coming up big, eins og maður segir, sko. Já, bara frábær spilari og bara byrjar þetta mót sterkt. Já. Allavega þessa fyrstu útsendingu, sko. Já, bara hvort hann sé að henda í 2 í KD næstuð í báðum leikunum. Nálægt í allavega. Það er spurning hvort að við, hérna... Helgs hérna. Herru, það er svo leiðilegt þegar maður ítir á dastakkan en fer ekki neitt. Það er það leiðilegasta, sko. Þetta er þessi millisekunda, sko. En þeir eru bara, núna er enginn á A. Þeir eru aðeins af hæðir, nei þeir eru komin inn á þetta, ok. Sóvan með skemmtilegt lurkan á mittinni, gæti ná Sage hérna. Já, en samt, það er svo Robin, hann er að steppa mikið, sko. Og það er reyndið það sem drepur hann. Já, hann hefði ekkert að steppa svo mikið, en sér, núna eru þeir bara búin að smóka glugga. Þeir eru bara, heyrðu, Lost Luck, þú færð ekkert að vera eitthvað bara leikaður á vappanum minna í glugga í þetta skipti, sko. Hvað orðin er traumatized, bara henda öllum smókunum í andliti á honum. Já, heyrðu, hann fer inn hnífana, ætlar hann að... Droppar, en býr samt til pláss. Að keyra þetta út í sítjun og báðir eiginlega
í Ok, smóknum, núna bara notið fugl og keiri ekki smókin. hann þarf í rauninni bara, þetta er, Nei, ekki halda á fuglinum þarna. þetta er svo erfitt, sko. Já, Búin að vera óheppni líka. já, búinir að vera óheppnir, en þetta var, Þetta var svona leikur sem smá heppni öðrum meginn og hefði getað unnið en bara mjög vel spilað hjá Dímon. Þeir Já. taka þetta sannfærandi þannig, 2-0. já, þú veist einmitt, á pappír er þetta 2-0 en þú veist, mér veist þetta var... Það voru góð leikir. Já, alveg klálega sko. Mjög skemmtilegt að fá þetta svona Já. í fyrstu útsendingu. Hérna sjáum við að 4 first blood á Lost Luck, Gilli núna með 4 líka. Helgs með 4, Já. þannig að þótt hann sé að kæra 11-15, þá var hann allavega að opna eitthvað. Já, alveg klálega sko. Þannig að þetta var bara virkilega Balicious MVP hjá Sagaskráni í þessu leik. Hann var flottur. Já, Hann átti þetta risastóra ránd þarna þegar hann var ekki Ígor-rándinu og hann drepi plantirinn á síðinu. Jú, Þegar voru 4 sekúndur eftir eða Já. eitthvað. Þú veist, hann var mjög stórt, stóð sér vel. Daydream var líka Já, mjög underrated, þú veist. 11 assists og var að gera góða hluti með utility-inu sínu. Út af því að það er ekkert joke að spila Astra sko. Það er Nei. bara, þú veist, það er ekkert joke sko. Það er spurning hvort þú komum bara í stúdíó og við erum því miður búin að lenda í smá veseni með skjáin sem við erum með hérna. En við skulum reyna að fá stigatöflun upp á hann, er það ekki? Fá stöðuna í stöðuna á mótinu. Ef ég skil þetta rétt þá... Eru allir leikirnir búnir, fyrstu eða? Nei, það var eitt lið, það var Ram Ranch og lið 9 náðu ekki leiknum sínum í þessari umferð. Ok. En mér skilst að allir hinir leikir hafi átt sér stað og náttúrulega fyrir utan að liðið þitt, Busty, það gátt ekki spila í þessari umferð og það er sem sagt komið það er líka komið 14. liðið, Musketeers. Ok. Já, þannig að Er þetta eitthvað hidden talent? Það er ekki eftir að koma í ljós. Þetta var ekki sannfærandi. Það er eftir að koma í ljós. Ég held að það séu gífulega skemmtilegt lið, en ég held að það séu, en þú veist, en ég minna ef maður bara verður raunsar, þá held ég að það séu klífi nú ekkert eitthvað upp í hæstu hæðri stíðanu, sko. Ok. En skemmtilegt lið. Ég er líka bara ánægður að sjá bara allt level af talent að taka þátt. Já, það algjörlega, er bara skemmtilegt. Fá þess að reynslu líka er bara svo mikilvægt upp á að verða betri. Hvernig það er að spila og keppa og undir pressunni. Og það er, þú veist, bara mikið af þessu er að fara að ýta töluvert hraðar upp í skill level heldur en einhvern tímann matchmaking, sko. Já, klálega, þú veist, og síðan er þess vegna þótt okkur líka svona mikilvægt, þú veist, ef það er allir að taka þátt að hafa þetta stigakerfi og við erum mjög spenntir að sjá, hvernig það eftir að borga sig, sko, en þú veist, hvernig það eftir að spilast út, en í rauninni náttúrulega konceptið baku er þá að, þið, sem sagt, eruð alltaf að mæta liðum sem eru svipið ykkur í skill-leveli. Ég er að fá það frá útsendingastjórn að við munum því miður ekki fá stöðuna upp á skjáinn. Skjárinn er að vera erfiður. Já, skjárinn er að vera erfiður, það er en það geta náttúrulega allir nálgast þannig að það sem við póstuðum henni á Discordi, stöðliða, bara vefsíða, uppfærð bara nokkurn veginn samstundis, þannig að þetta er í rauninni alltaf bara nýjasta útfærsla sem er hægt að fá á þeirri síðu. Það er samt spurning, útsendingar, eitt sem við getum gert, getum við kannski farið í Opsa-tölvuna og séð hvort að Lost Luck sé með tracker eða blitz profile. Spurning hvað statsaðin er að keyra það. Já, það væri alveg gaman að sjá það, sko. Hann leit út fyrir að vera, var hann Diamond 1 Peak? Já, ég man ekki alveg hvað var sem ég sagði að hann væri, sko. Já, það er alveg meira inni, líklegast, myndi ég segja. Hann var mjög confident þegar hann fór inn í þennan leik og var leit svolítið bara eins og hann var smá að leika sér á sumum tímapunktum, sko. Já. Og ég myndi nú alveg halda það að þetta er kannski eitthvað aðeins herra en það, Diamond 3, mögulega eitthvað ofar, spurning, sko, en allavega með þennan leik. Er að koma tilbaka líka, þannig að fólk byrjar að geta rifið sér þessu upp það, þetta verður skemmtilegt, sjá þess að Íslendingar vonandi hópa sér saman í eitthvað og fara í eitthvað almennileg grænt fyrir eitthvað góð röng, sko. En núna er samt stór spurning fyrir þig. Já. Hverjir eru sigurstranglegast í mótinu? Hver eru sigurstranglegast? Er það XY eða? Ég held það, sko. Já, ég meina, þú veist, ég þekki þá líka leikmenn aðeins frá seinasta tímabili. Það eru fyrst og fremst leikmenn sem voru á seinasta tímabili. Það er Kittofer og Brelli úr Lind og
Ég held að þeir hafi nú reynda verið 3 úr leynd, þannig ég að gleyma einhverjum. Var þetta, þeir voru lendu í úrslitaleiknum væntanlega þá eða ekki? Voru þeir? Leynd var liðið í efstu deildinni sem að tapa öllum leikjunum sínum. Og eru núna síðustangliðið sér? Já, þeir eru með einhvern í pick-ups væntanlega? Já, þeir Tommy Welding joinaði þá. Hann er nú búinn að vera að krúsa í Mortal bara frá því snemma í leiknum, skilst mér sko. Eru þá allir í X-Upsilon sem eru þá að keyra í Immortal Plus? Þeir eru, ég held að þeir séu allir Diamond 3 til Immortal 2. Okay. Þannig við erum að tala bara aktiv, solid spilara. Já, algjörlega sko. Þú veist, maður sá það alveg til dæmis Sprelli var að gera mjög góða hluti senasta season sko. Og það sem er mikilvægast er að þessi gæjar eru líka, þú veist, með það sem ég sé, þá eru þeir búin að vera að æfa sig sko. Já. Fólk var svolítið til að trassa það sko, og mæta svolítið í þetta og bara segja pögg sko. Það gæti líka bara gert munin sko. Það er bara það að eiga nokkra leiki saman getur verið bara huge. Þú veist, upp á bara hvernig möpp spilast, hvernig haldið, erfiðast að sem defender að halda með ykkur sem þú kannski þekkir ekki. Kann ekki að treyta angulið þín eða þú gerir eitthvað svoleiðis sko. Já, herru, við getum því miður ekki séð startana hjá Lost Luck en ég sendi honum kannski skilaboð og biðja hann að adda tracker. Já. Það hætti að reyna að fela þig. Það er þeir sem eru að horfa á útsendingu og taka þátt í mótinu, það væri alveg skemmtilegt ef að þið hendið í tracker og eða blitz. Það er svona skemmtilegt að geta séð startana hjá fólki sko. Vonandi verið næsta móti er hægt að hafa bara eitthvað svona fantasy-deild eða eitthvað svona, sjá hvort það var hægt að sjá hvað er hægt að sjá með þessa spilara. Vonandi bara flestir sem taka svona þátt aftur á næsta móti líka. Já, alveg klárlega sko. Þú veist, eins og ég segi, það var ekkert rosalega mikið, þú veist, það voru bara 40 mann sem eru búin að taka þátt í báðum tímabilum núna, sko. Potential pool af spilurum 140, þú veist. Við vonumst náttúrulega bara til að sjá þetta stækka. Það er bókamál, bókamál, við treystum á það að það verður ennþá meiri, ég ætla að kalla allavega 20 fyrir næsta. Ef eitthvað þá býður bara til 20 alltaf kanta á. Reyni einhvern veginn að multiboxa þetta. Einmitt, þú veist. Það er náttúrulega kannski möguleik, þú veist, sumir vilja kannski spila oftar en einu sinni í viku. Já. Það er svona eitthvað sem við höfum kannski ekki rætt í mótstjórn, sko, en væri kannski áhugaverður möguleik, sko, að opna fyrir að fólk fá að spila meira, sko. Já, sem spurning með helgarmót líka bara eitthvað svona stuttörnís. Reyndar fyrirkomulagi núna með þessu stiga, sko, er að, þú veist, ef þú klárar umferðina bara á miðvikudegi eða eitthvað, þú veist, þá er í rauninni ekki til fyrirstöðu að nálgast okkur í mótstjórn og sjá bara hver eru næstur okkur stigunum og bara prófa að heyri þeim og sjá hvort þeir séu til að spila sko. Spila fyrr. Já, þú veist, og í rauninni spila, stíginn býður upp á það er hægt að spila miklu meira líka sko. Já, algjörlega. Og líka þannig sem minna, skilur við, þú veist, ef það er einhver sem bara alvörunni bara get ekki komist í leik. Þá getur það teykt þetta eins lengt og getur sko. Já, skilur við, þá bara, þá spilið þið ekki og hreyfist stíginn ekki, þú veist, eða þá hreyfist þið ekki stiganum, skilur við, þú veist, út af því að við treystum náttúrulega fólk sé að mæti móti út af að vilja spila, þú veist, það er enginn að fara bara eitthvað, herðu, við sítum bara í, þú veist, öðru sæti, þannig að við ætlum bara ekkert að spila og þá erum við bara í öðru sæti. Já, akkurat. Það virkar ekki alveg þannig, sko, þú veist, þannig að fólk getur kannski svona sem spila meira og þú veist, og það verður bara gaman að sjá hvernig þetta mun hreyfast, sko. Mér skilst að, hann Danni í mótstjórn, hann er búinn að vera að sjá aðeins um listan, fólk er búið að senda hann niðurstöðu leikja og mér skilst það að sé búinn að vera hreyfing, þó svo að við náum þessu ekki upp á skjáin, þá veit ég að streymið endar á stöðu deildarinnar, þannig að fólk getur nú bara að sé það núna eftir smá, þegar við köllum þetta gott. En þarna, erum við búin að læna upp næsta leik eða? Nei, það er núna fyrir bara vinnan í það. Að sjá hver að vinna og hver eru svona mest spennandi leikur? Já, svona, við ætlum líka svona, þetta er svona smá, við ætlum ekki að fara í þetta ofur einfalda bara ef við spilum alltaf næsta seed sko. Já. Það við viljum kannski ekki að fólk sé að hittast, þú veist, 2 vikur í röð. Það er alltaf lægt að einhver lið hittist oftar en einu sinni í gegnum móti sko. En helst kannski minnst af því. Já, kannski ekki svona 2 vikur í röð sko. Já, núna förum við bara að skoða hvernig deildin eða þessar tímabili þú veist, hvar fólk er í stiganum og sjá svona, þú veist, til dæmis vitum við að, þú veist, KZ sem voru seed 2 sko. Þeir duttu alveg svolítið niður stigann núna. Þeir eru komið niður í 4 núna, eða ekki? Já, eitthvað svoleið, sko. Þeir töpuðu svona þannig séð rosa hart fyrir Exi, sko, og Peaky Turtles komin í annað seed, sko, þannig að þú veist, þá til dæmis mætast næstu seed þar, en síðan getur við kannski verið að hoppa eins og milli niður í stiganum. Þetta er bara svona, við finnum bara út úr þessu, þetta verður bara gaman, sko. Já, algjörlega. En svona, við vonumst til þess að geta tilkynnta bara í kvöld. Ok. Og það er einhver lið sem eru sem sagt búin að þú veist, við sjáum það alveg að það eru kannski sumlið sem vilja bara fá að vita hvenær þau að spila. Já. Þannig við ætlum að prófa núna eitthvað eins og bara, þú veist,
bara leikdagur A miðvikudagur eða fimmtudagur klukkan þetta, leikdagur B ef A virkar ekki, þú veist laugardagur, og ef hvoru virkar þá verðið bara að díla ykkur á milli. Já, þá bara meira flexibility þá á milli daga. Já, við viljum hafa þetta svolítið flexible, en það greinilegt að sumir vilja kannski frekar bara heyra, heyrðu, þú veist, þegar ég að spila þarna þessum tíma, sko. Það er nefnilega, já, akkurat, ég hugsa að það sé akkurat tvær típur sem við vilja en síðan er þetta alltaf þannig, því meira flexible sem þetta þá er alltaf erfiðar að koma fólki saman, því að þetta, ef þú festir dagsetninga, þá er fólk meira að redda sér fríi og reyna svona að negla daginn, sko, þannig að kostur að galla nefnilega við bæði, sko. En það er eitthvað sem að, þú veist, við erum örgulega fara bara að finna út úr í kvöldið á morgun þegar við postum næstu umferð, sko. En það verður gaman að sjá hvernig hún á eftir að líta út og þá náttúrulega líka að fá næstu lið að vita, þá fá að vita hverjir eru útsendingu næst. Og sko, ég ætla nú ekki, kannski smá spoiler alert, en ég er alveg svolítið spenntur fyrir að reyna kannski bara að fá XI og Peaky Turtles í útsendingu næst. Já, ég hugsa að það væri bara risastór leikur. Það væri gaman, sko. Já, ég held að það væri bara ekki vitlaust. Já, það væri mjög skemmtilegt. Líka þeir gott fyrsta svona outing, eins og maður segir, XY, bara alveg bara gjörsamlega ganga frá hvað að setja og þannig að Peaky Turtles núna eru bara að koma hart eftir toppnum og reyna bara að taka sætið af þeim. Já, ég skilst að þeir hafa unni Apple Pie bara svolítið samfærandi, sko. Okay. Þannig að það gæti verið hörkuleikur og það væri bara mjög spennandi, sko. Og við erum að tala um immortal level spilara væntanlega í báðum liðum. Já. Þannig að, já, þetta eru bara mest svona spennandi leikur náttúrulega. Já, það er svona allavega náttúrulega að byrja með, en síðan náttúrulega kemur alltaf meira reynslu á liðin og síðan sjáum við kannski einhvern bara fljú upp stigan. Ég held að Atgerar hafi verið að spila í kvöld móti Ninjas. Já. Og til dæmis Atgerar, þú veist, ég minna þeir unnu senasta bikamóti í Overwatch, þú veist, þetta eru hörkugóðir spilarar, sko. Þeir eru svona þannig séð ákveðin hátt Íslandsmeistarar í Overwatch, sko. Þannig við erum að tala um talentspilara, færa sig leik og ætla, þú veist, við raunum bara því meiri tímar sem að þeir fá að spila því hraðari improvement erum við að fara að sjá. Þannig að þetta er oft, þú veist, þetta helst oft í hendur. Frábær í einum leik, sérstaklega þú ert að tala um eitthvað svona FPS leiki eða eitthvað þannig, þá ert ofta að sjá svona bara beina línu af bara framförum á hátt level í næsta. Algjörlega, og stiginn býður svolítið upp á það, þeir fljógu svolítið hratt upp hann ef þú veist, út af til dæmis í seinasta season, þá vorum við með, þú veist, neðri, milli og efri deild og þeir, þú veist, og það var sítaði þau með við in-game ranks og þeir bara fóru í Valorant, neldu sér in-game ranks og þú veist, bara á einni viku leysuðu bara brons, silfur og enduðu bara í neðri deild og síðan bara stompuðu þeir hann út þegar þeir eru í alvörunni. Akkurat, þannig þeir eru ekki ennþá þeir eru svona kannski eina liður sem er ekki kannski rétt endilega sítað inn í móti út af akkurat þessi. Já, þú veist, þannig að það kemur svona svolítið í ljós hvernig þeir eru eftir að fara upp stigann og svona, sko. Algjörlega, en ég held líka, þú veist, að því við erum að tala um að þú veist, allir þessi FPS spilarar, við erum að tala um Haffa Cool, Danna Skrúfin verið með, þú veist, Calamini Degrees, Peter, allt gæðir sem voru góðir í sínum leikjum, skilur, og koma yfir og þau eru frábæri í þessum leik líka. Þetta helst oft í hendur, þú veist. Já, ég meina, þú veist, við sjáum það bara, Peter sem er, þú veist, CS-minn, hann var bara, þú veist, hann var MVP senasta tímabil. Algjörlega, og bara frábær spilari, hafði spilað mikið með honum og hann bara var mjög góður í Valorant og bara synda hann að fara tilbaka. Við hljótum einhvern veginn að geta lokkað hann yfir með einhverju nammi eða eitthvað svoleiðis, hver veit. Hann er náttúrulega bara kominn þarna í Ármann í CS, skilst mér. Já. Bara að keppa með, þú veist, þeir drógu varginn í það. Já, ég var bara að heyra því. Það er einhvern veginn búin að draga hann úr retirement til að fyrir svona eina svona glory tímabil. Það er svona, en þú veist, en það er einmitt, sko, en það var svona smá taktikal, sko, að prófa, að hafa þetta tímabil inn í miðju Counter-Strike tímabilinu til að líka svona draga svona svolítið fram hverjir eru, sko, svona Valorant mains eða maður orðað það. Algjörlega. Ég kæmir ekki á óvart, að við erum náttúrulega núna í liðinu mínu Busty, erum við með einhverja Dusty Counter-Strike spilara. Þannig að númer 3, Busty, það er skemmtilegur orðaleikur. En ég held að maður myndir örugglega sjá mikið af Counter-Strike spilunum bara leika sér að taka þátt í Valorant mótinu ef að það væri einhvern veginn svona akkurat á gappi á milli seasona, en ég held að þetta sé bara frábært núna, fá þá sem eru Valorant mains, góða reynslu í mótið og síðan spurning hvað maður gerir sér með helgamót og eitthvað svona annað, þá kannski akkurat koma þeir líka yfir og þá kannski komið aðeins meira hasar. Já, við viljum náttúrulega, þú veist, við viljum svolítið byggja samfélag, sko, þú veist, það er
þú veist, að búa til svona vettvanga sem auðvelt að finna in-houses og eitthvað svona. Þetta er alveg taktísk, sko. Það reyna svona, þess vegna viljum við líka sjá, ekki í seinasta tímabili, þá var svona fyrst og fremst verið að með útsendingar hjá efri deild, sko. En núna ætlum við svolítið að reyna að fara upp og niður stigum. Sér það Dímon og Sagaskráin eru ekki efst á þessa lista, skilur við. En við fengum þau samt inn í útsendingu og fengum hörkuspennandi leik. Algjörlega, þetta var bara frábær leikur. Það verður bara að segjast, þetta var frábær leikur. Þannig að þó svo ég ætli svona ég ætla allan að setja mitt atkvæði í XC og Piki í næstu útsendingu, en síðan förum við bara niður listan og þú veist, það er alveg líklegt að Team Classic og Cupcakes sendi útsendingu og XC og Piki, sko. Akkurat. Það svolítið hugmyndin innan líka, sko. Já, ég er bak við þessa hugmynd. Ég held að verði bara geggjað. En að því sögðu, þá held ég að það sé bara komið tími til að rappa í kvöld. Ég þakka þér kærlega fyrir að vera með mér hérna. Já, hann var frábær, þetta var bara mjög gaman. Já, þannig að þá þökkum við bara fyrir okkur og sjáumst bara næsta mánudag klukkan 9. Takk fyrir. Takk fyrir.